Góða kvöldið og velkomin í RIG, Reykjavík International Games Counter-Strike Edition. Já, alvöru íþróttirnar á dagskrá núna. Já, fullorðis íþróttirnar, eða ekki. Eða ekki. Fyrir unga og aldna. Unga og aldna. Það allan að 5. árið sem við erum á RIG og aldrei verið stærri. Já. Þannig að... Ég sé líka að, já, eins og þið sjáuð, Óli mættur, Óli Krummi, stofnandi Rísi. Það er bara að gefa þér smá plóðið. Og mættir Dress to Impress. Já, þetta er uppáhald peysa mín. Já. Þetta er geggjuð peysa. Ég ætla að viðurkenna það að ég áttaði mig ekki á því hvað hann kostaði mikið þegar ég keypti hana. Okay. Þegar keypti ég hana sko bara svona snögglega sem flex fyrir framan CEO G2 í loungeinu í Cologne sko. Okay. Þegar hann albúin labbaði framhjá og ég var eitthvað að spjalla með hann var í peysunni og ég var eitthvað, peysi geggjum maður, hann bara, getur fengið hann á F-síðunni og ég ætla að kaupa hana núna og hann eitthvað, þetta kostaði eitthvað 190 eurur eða eitthvað. Svo komu skattar og eitthvað svona dót sko. Já. Svo allt í náðurinn ég vissi af, þá var ég búin að borga 50 skall fyrir þessa peysu, bara alltaf flex eitthvað hérna í einhverju lounge sko. En þá verður hún að fá að njóta sín, þannig að við flöggum henni hér. Ralph Lauren, fóruð þér í samstarf? Já. Polo Ralph Lauren. Ógeðslega nett. Þetta er alvöru, sko, ég bara mæli með því að fólk leiti upp í þetta samstarf, af því þetta er alveg high quality geggjastöf, sko. Já, ég meina G2 er líka bara high quality stöf, sko. Já. Það er bara þannig. Næstu jafn high quality og liðin 2 sem við erum að fara að horfa á að spila inn í kvöld. Örugglega aðeins meira high quality, en þú veist, Ralph Lauren er Dusty Thor, sko. Það er þar, sko. Já. Ég myndi segja svona, ég myndi ekki segja Tímú, sko, en Dressmann. Já. Dressmann er fínt. Það er bara þokkalegt. Bara þokkalegt og það er bara 2 þokkaleg. Selected kannski? Já, Selected er gott. Það er ekki svona, já. Aðeins svona top tier. Allavega, við erum að horfa á Kano Venus í kvöld, en gleðum að segja frá því að við erum komnir með bracket A, B, C og D til að sýna þér, Óli, í kvöld. Þá sjáum við aðeins meira hvernig keppni líður og hvernig hún stefnir, því við endum alveg í bracket sem að spila síðan út og síðan úrslita kvöldi 25. janúar í Laugardalshöllinni. Be there og be square. En já, við skulum kíkja þá bara á fyrsta bracketin. Það er bracket A og sjáum hvernig hún líður. Það er, já, við vorum náttúrulega að horfa á A6 hjólið á enska á þriðjudaginn. Og A6 í kjölfarið á sigur á því, þá eru þeir að fara að mæta Dusty í sem sagt svona eiginlegu leik, hver kemst áfram og síðan sigurveran í honum fer áfram og sá sem að tapar þeim leik mætir síðan hjólið á enska og það er þá upp á hver heldur áfram í bracketin. Er ekki einfaldasta leiðin til þess að fólki heima skilji þetta? Já. Og vinnur 2 áfram og tapar 2 út? Já. Það er í rauninni, þú veist, það sem við erum að sjá hérna. Þannig að þú veist, hjólið á enska akkurat núna eru 0 sigrar, þannig að þeir fara niðri. Ef þeir vinna síðan, þá ef það er annan sens, ef þeir vinna back to back, þá geta þeir komast áfram. Þannig að vinna 2 og sigra 2. Nei, vinna 2 tapar 2. Já, þetta er 3 liða riðill, ef þú horfir á þannig. Þá kíkjum við bara á B og þar eru spennandi lið. Það er Vega Fylkir, mætast í kvöld, Sindri situr hjá, sögum þess að hafa tapað á móti Fylki, núna á þriðjudaginn senasta og já, við verðum að horfa á það, náttúrulega Dusty og Vega, helviti sterk lið, þeir eru sigurstrangleg og við sjáum þau, já, vonandi á sviði, annarkvort það er allavega. Þurfum við ekki að fara að flækja þetta með einhver svona milliriðlum eins og handboltinn? Jú. Svona, hver er með flesta enemies flast sem tiebreaker, hendi einhver svona ruggli. Já, ég er ógeðslega til í það. Bara gera þetta ógeðslega flókið að, þú veist, Dói Kritikal missir aftur hárið. Já, það voru heill podcast áttur, bara alltaf að útskýra formatið. Já. Bara, en já, þetta lítur vel út og ég meina eins og þú segir, Vega, sigurstranglegir þarna, Sindri samt að taka mappa Fylki, það er bara flott hjá þeim og hérna, þannig að ég ætla að leyfa mér að segja, sko, ef það fer þannig að Vega sigrar Fylki og heldur áfram og það er þá rematch Fylki Sindri, gæti Sindri mögulega sneika sér hann inn. Og það er náttúrulega það sem skiptir máli, þú veist, þú vilt hafa hennan séns eftir opnuleikin sem Fylkir eða Sindri til að challengea Vega og ég meina, þetta er CS, það er allt hægt. Síðan er náttúrulega þessi úrslitaleikur og segjum bara svo að Fylkir fari þann úrslitaleik á móti Sindra, svo sem sigur að þann, hann fyrir áfram, það er bara hann. Hópur C,
fáum hann upp þá núna og já, þar ef við minnir rétt, það eitt stórt lið líka, það Saga. Já. Aurora Verðbólga, þau spiluðu núna á þriðjudaginn og Aurora að fara að mæta Sögu. Þetta mjög spennandi leikur og annar af þessum 2 leikjum sem að mér langaði að horfa á í kvöld. Aurora, já eins og talar það Hugo og það Sveittur og það svona menn til að horfa á, en í Söguliðinu, ég held að þeir hafi bætt við sér bestu bitunum svona pound for pound í Clever til dæmis, bara margfaldur Íslandsmeistari í Counter-Strike og ég held að hann eftir að gera góða hluti með Sögu. Bara, þú veist, að höndla pressuna seint í mótum, skilur við, þú veist, að stíga upp og klára málið, það bara eitthvað sem að þú, sko, gengur ekkert greiðum dyrum að í spilurum, þú veist. Svo Suðuríkjamaðurinn segir, get it done. Já. Nei, ég meina, talandi bara G2, ég meina, þeir áttu mjög erfitt með að klára þarna upp á tímabili, sko. Svo allt í henni byrjaði að detta, þarna var allt í henni komið með finishera í liðið og þá byrjuður að sigra meira. Þannig að, þú veist, Vitality líka ströggluðu heil lengi. Núna horfum ég svolítið á Apex sem sigurvegara, skilur við, þú veist, þannig gæði sem getur komið þér í gegnum endamarki, sko. Mér sæfu vera choker, við skulum horfa á Hope D. Hann ykkur í grúpstegi, ömulegur í Þetta hópurinn okkar. Þetta hópurinn okkar. Hérna við að fara að horfa á Kano móti Venus. Venus fór tiltölulega auðvitað með Dusty Junior, tóku 16-6 og 13-6 og 13-7. Bara svona frekar þægilegir leikir og mæta þá í kjölfari Kano. Og ég held að þetta sé leikurinn sem að liðið sem að fór í gegn Kano, þar að segja, gæti tapa fyrir Venus. Hinn liðin voru svona dálítið tæft, alltaf séns, en mér finnst það svona vera jafnasta. Já, eins og ég segi, leikur kvöldsins Kano Venus og ef við ekki bara kíkja á Kano liðið þá í heild sinni. Það flott. Sko, þetta lið, Pressi, Rufflu, Papo, Topaz og Mozart. Tökum eftir einu. Rufflu var í Venus í fyrra, var svona stjórnuleikmann þeirra lengi vel. Topaz var í Dusty í fyrra, já, var fjallaður úr því liði fyrir aðra leikmenn. Sárt. Pressi, hann var stjórnuleikmaður í sínu liði, var svona upp og ofan og það var eiginlega VJ sem var meira í, já, hann var svona meira stjórna þeirra. Við skulum bara vera 100% á því. Mozart, vappin hjá IFA, gerði geggjaða hluti. Þannig að mín spurning hver í ósköpunum við fara að kalla í þessu liði? Sko það frábær spurning og það spurning hvort að þeir séu að fara að vera með eitthvað sérstakann shotcaller eða kannski eru þeir bara að spila þetta svolítið puggy ennþá, þú veist, kannski eru þeir bara með gott spjall hérna í early roundunum eða í frístaminu og eru bara að fara svolítið loose inn í þetta. Alltaf, þú veist, þegar þú tekur saman leikmenn úr svona mörgum mismunandi bakgrunum að þá oft erfitt að samina undir nýju liði. Þannig að oft getur það verið bara þokkalega þægilegt að byrja að leyfa þeim aðeins að sanna sig og vera með rödd og setla síðan á einhvern eitt sem að kallar bara yfir tíma. Þannig að eins og ég segi, ég veit ekki hver að fara að kalla þetta en ef þú mættir velja eitt til að kalla, hvern myndir þú velja? Mozart? Bara 100%. Já, 100%. Sko líka frá myndin þá virðist hann vera elstur, þroskaðastur. Já, einhver sagði leikskólabörnin á Mozart, annar sagði grunnskólabörnin á Mozart. Ég vil kalla Face It puggið hans Mozart. Já. Ég held að þetta væri ógeðslega gott Face It pugg. Mozart og lærlingarnir 4. Já. Það bara geggjað að sjá, þú veist, þetta þýðir líka, þú veist, þá sett með 4 unga og efnilega leikmenn sem eru að, hvað getur ég sagt, með tiltölulega auðveldlega að fella liðið eins og Dusty Junior og annað, skilur, og eru svolítið að þjappa sig saman inn í nýja kjarna í senunni. Það bara rosalega jákvætt fyrir langlífið sem við erum að horfa fram á hérna. Náttúrulega Mozart, bara ef við förum aftur í RIG 2019, Mozart var ekki þar, hann var ekki í senunni, engin Topaz, engin Papo, engin Rufflu, engin Pressi. Þetta voru ekki spilarar sem voru til fyrir 6 árum, eða 5 árum. Það bara nákvæmlega rétt hjá þér. Þannig að geggjað að sjá. Já, mjög gaman að sjá og við skulum kíkja þá á lið Venus og síðan erum við tilbúin í vídeóið eftir það. Það Allimester, HKR, Triple G, K-Dot og The Newest Edition. Snjói kemur frá Ravik og þetta bara hands down fragganið þeirra.
þarna þarf engum líturinn í Triple G bara að setja sinn mann í late round situations, í mid round að reyna að opna og svo framvegis. Ef hann nær að virkja Snowy, þá gætu við sér að. Já, þú talaðir þetta bara í gær þegar við vorum að fara yfir rosteran alla. Þú sagðir Snowy er að fara lykilmaður hérna. Ég held að það sé bara hár rétt fyrir. Og hérna þarf Triple G að vera svolítið sko, reynsluboltinn líka. Halda haus og er hann að kalla? Já, ég kalla vel. 100% segja það. Og hérna, þá held ég að það sé alveg opið. Þú veist, ég er að horfa á þessi 2 line-up. Þetta eru 2 line-up sem eru með sterka spilara og ég held að þetta verði skemmtilegu leikur. Ég held að líka nefnilega. Ég held að verði svona... Já, þetta verði aðeins öðruvísi. Já, við skulum kannski fá bara vídeóið upp og ég er búin að spá aðeins fyrir það. Ég held að fáum Ancient, ég held að fáum Anubis og Anubis eða Dust2. Mér finnst það líklegast hjá Kano að pikka þar og virkja aðeins meira Mozart og síðan var 3. mappið dálítið wildcard og ég tippaði Nuke. Ok, ég til í þetta pool sko. Ég til í þetta mappúl. Inferno banna Kano leið og hérna vil ég bara keep it perky. Venus tekur út Anubis, mögulega slökk í mót, sérst það? Mögulega, og hann er frábæri vappi þarna í Anubis og restin af liðinu náttúrulega bara, þetta perky mappi, þetta er spilað mikið í dag og þú vilt ekkert mæta eimstjörnum þar, sem hafa bara kristaltæru, þetta eru, nánast, Ancient. Þetta spila bara beint inn í hvernig Mozart vil spila. Við sáum líka Rufflu og Pressa spila þetta mjög mikið þegar voru í Young Prodigies liðinu fyrir nokkuð síðan. Valið Nuke. Ok, ég bjóst við... Þú ert 2 af 3. Ef Dust er decider, þá ertu með öll 3 möppin rétt, sko, þó að það hafi ekki verið réttir röð. Já, það er rétt. Fyrir þá sem spiluðu Mastermind í gamla daga, þá ertu með 3 rétta en ekki á réttum stað. Munið þetta svona leik? Nei. Sem þú ert að stilla upp einhvern svona lítum og segir það, sko, hversu margir lítir eru réttir á réttum stað eða réttir á röngum stað. Þetta er svona svolítið eins og Wordle-dótið. Þú fær sko stafur, réttur stafur á röngum stað. Helvítis. Það er svona þú með næstu því. Ekki lengur. Þú er ekki leist orðagátt í dagsins. Venus samt í Nuke, ég held að þeir séu með clear advantage þar. Bara út af því að þeir Kano, það vantar hann traditional in-game leader sem næra stjórna liðinu sinu, kalla rótiðinn og það eru mjög skýr roles líka í liðinu hjá Venus en mér finnst þau vera óskýrari í Kano. Það er kannski erfitt að díla við bara þessar hröðu skiptingar upp og niður þegar þú ert hauslaus, svo að segja sko. Ras. Áhugavert, ok. Train Venus vil ekki fara þangað, svo sem alveg skiljanlegt. Þeir eru með vappa disadvantage þar en fá Mirage í staðinn og það verður að segjast þetta er bara úr öskunni eldin finnst mér því að Mozart aftur, við erum að spila rosalega mikið upp á að við erum að fara að nýta Mozart við sáum til dæmis IFH þó þetta sé einungis 1 leikmaður þaðan, það voru þeir einstaklega góðir í Ancient til dæmis, ég myndi úrlega kalla á eitt af betri Ancient-liðum á Íslandi á senast tímabili þannig að þetta, ég spái 3 möppum við það. Já. 100%. 100%? Eiginlega bara 100%. Ég held að Venus sigri Nuke og við förum í Miras og ég held að Kano sigri Ancient. Ég hef ekki mikla trú á því að Venus sé að fara að starta hérna ógeðslega vel og vinna Ancient. Bara, ég hef ekki trú á því, en ég hef mikla trú á þeim í Nuke. Sko, já, ég meina að þú talar um hérna, þú veist, að IFH hafi verið besta Ancient-lið á landinu, þú veist, þeir eru náttúrulega með 1 leikmann, skilur, í Mozart. Ég set smá, sko, ég býð eftir því að sjá allan að fyrstu 3 rándin í leiknum áður en ég held ég kalli það, sko, að því að mér langar bara að sjá hvernig það er að spila snemma í rándunum. Bara eins og þegar við sáum í gær, skilur við, þú veist, ætlaðir að vera að kontesta map control á mismunandi stöðum á CT hliðinni eða eru þeir að fara að byrja að tísa þetta og bara fá eitthvað frítt, skilur við. Ég held að fyrstu rándin það segja mjög mikið hvernig það spilast, bara svipað og það gerðist í Ancient fyrir 2 dögum, af því að þú horfðir á það og þú sást bara hjólið á enska, var ekki að fara að vinna þennan leik, af því að þeir voru með 1 fermetri eftir á mappinu, þeir voru 12 sekúndur búnar bara ránd eftir ránd. Þannig að ég horfi svolítið á það og það gæti alveg verið erfitt. Ég meina ef að Venus koma bandbrjálaði bara beint hérna af stað og fara með smá aggression, hvort sem það sé sítímegin eða tímegin, gætu við mögulega komið Kano svolítið í opna skjöldu og ef að það er eins og þú segir, ekki einhver skýr hlutverk, einhver skýr að kalla
og þeir reyna að spilda pöggi, gætu þau mögulega hlaupið bara inn í hakavél. Gæti verið og það er eitthvað sem að mér finnst mjög áhugavert sko þegar við lítum á mapp eins og Ancient. Þetta er hratt mapp. Þetta spilast vissulega smá upp á þetta map control á leininu, á miðjunni og hérna upp á ákveðnu marki líka að halda assetinu, að gefa það og svo framvegis. En eitt sem ég veist ótrúlega áhugavert er að þetta var svo svart og hvítt hvernig við sáum þetta á þriðjudaginn. Eitt liðið bara gjörsamlega neitað að taka þátt í hvernig á að spila mappið og tapaði út frá því. Bara, ég vil fá fætana mína svona. Bara, nei, þú færð ekkert að velja það á Ancient sko. Nei, það er bara ekki séns. Þú verður bara að taka miðuna. Eða láta hann að vita þér. Og ef við sjáum Venus ekki gera það móti Kano, þá held ég að þeir bara stjörnundan í liðinu bara taki einfæta og svo framvegis. En við erum dálítið að horfa á, ef við flokkum niður liðin, þá myndi ég segja Kano, þetta er þetta traditional svona CS2 Aimstars liðið og síðan erum við með Venus sem að setja sig upp dálítið meira sem lið, við gerum hluti saman, við erum með take og við erum með flush. Þetta er svona klassíska baráttan í CS. Þetta er svona, eitt lið sem er tiltölulega nýmyndað, eitt sem er aðeins spilara saman. Já. Og eins og við höfum sagt báðir, ég er mjög spenntur að sjá hvernig early roundin spilast þarna í Ancient. Ég held að það muni segja mjög mikið til það hvernig leikurinn fari og eins og segir, skilurðu, ef þú ætlar ekki að taka miðjuna, þá þarf þetta helst að vera með eitthvað presence á leininu, skilurðu. Getur þú smókað út leinið, getur þú farið glugga, getur þú farið út cave, getur þú reynda að challenge eitthvað allan að fá infoið, af því að þú vilt vita það ef það er bara einhver einn gæi að hanga í double doors neðst á rampinum eða hvort það séu 4 að ná lane control. Þetta er bara krúsjál upplýsingar. Þannig að svo sem ekkert eitthvað sem ég býst við að þessi lið viti ekki. Já. Þú veist, ég býst við því að sjá þetta frá þeim báðum. Svona gott rotation aðskilur, ok, hard mid take þetta round, píkum lane þetta round, hard challenge lane næsta round, gefum miðjuna og prófum að spila aftarlega 1 round. Þú veist, halda þessu aðeins svona fluid og það verður bara áhugavert að sjá svona hvernig þessi skákleikur endar á því að spilast. Sko. Mappul líka, hvernig líst okkur það? Ancient, svona orðið gamal reynd í dag. Hvernig finnst þér Ancient? Sko ég er alveg svona þokkalegur Ancient maður. Ég elskaði Ancient þegar það kom fyrst út. Mér finnst það byrjað að vera svolítið einhæft. Akkurat út af því hversu mikil áhersla er á early roundið. Skilur við. Það er ekkert sem þú getur náð sem T-side einhvern veginn bara frýtt. Skilur við. Jú, fær leinið stundu frýtt og allt það. En það sker mappið svo mikið að þú setur rauninni bara fastur á T-spawn ganginum á restina af mappinu. Veist, það bara hjálpa þér, það er svo erfitt að setja pressu. Ég finnst líka tímasetningarnar sem þeir breyttu á því hvernig og hvenær þú mætir. Mér finnst samfélagið vera ansi fljótt að bara svona loka á allt advantage sem kom þar. Það var náttúrulega þannig að CTs voru alltaf á undan. Svo voru allir terrorkomnir á undan svo svipuðum tíma. Svo bara komu, þú veist, off-spawn smókar, þú veist, og þá allt í hennu var það aftur erfitt fyrir T's að keyra út ef þú tekur það rétt. Þannig að, þú veist, ég veit það ekki. Ég væri til í að sjá bara loka skyboxinu yfir rauða og ég væri til í að sjá breytingar aðeins á rauða. Ég væri til að sjá það aðeins dýnamiskara svæði. Ekki bara ein hurð sem er tiltölulega þröng. Jafnvel að hafa þetta eitthvað tvískipt eða eitthvað, einhverja kassa eða eitthvað, þannig að þú getur verið að taka aðeins meira fæta frá miðjunni, retaka miðjunni aðeins meira frá CT hliðinni. Ég held að það væri geggjað og þá jafnvel skilur að gefa þér skybox úr litla herbygginu sem við hliðin á rauða þannig að þú getur flassað út en ekki þannig að þú getur flassað eða smókað off-spawn. Mér finnst það bara leiðilegt, mér finnst bara hundleiðilegt. Tökum miðuna, svo bara þarf það hlaupa í gegnum smók og svo eru 2 mollar og svo eru 3 gæjar að strauja út rauða og þú ert bara étin. Mér finnst það bara of einsleitt. Mér finnst það rosalega skrítið og skemmtilegt hvernig metan svona þróast áfram. Ég held að þeir hafi breytt spónunum og síðan fóru þeir að smóka instant smoke í það og instant smoke í elliða termiðina. Út frá því þá komu astralisgrensur til að neita þeim það og núna erum við svona ennþá bara svona teygja úr metinu og sjá hvað getum fengið meir úr því. Já. Og líka munurinn á því hvernig þegar við spilum þetta á Faceit og þegar við horfum þetta í ProPlay, þetta er allt annað leikur. Já. Og ég bara svona, þú veist, ég veit það ekki, mér finnst bara að miðjan er það stórt og mikilvægt svæðið þarna
mér finnst það bara ekki alveg nógu dýnamíst, þú veist, mér finnst bara það hægt að gera eitthvað aðeins meira þarna, af því að það svo margt gott við það. Mér finnst til dæmis geggjað að þú getur farið út á miðjuna og þú ert með 3 valkosti, þú getur kötta rótetinn eða þú veist, við erum með eitthvað backstap í gegnum rauða, við getum farið lane og við getum hratt rótetað inn á B eða þá getum farið donut inn á A. Mér finnst það geggjupæling, en mér finnst það bara ömurlega leiðilegt að fæta þarna. Þú veist, þetta er svo stór opinn kassi. Þú ert bara eitthvað, ok, ég er að fara píkur rauða, hvar geta þeir verið? Þú veist, þeir geta annarkvort verið að halda línunni frá ellinu eða fyrir bak við kassana eða þá þeir eru einhvers staðar á einhverju reiki þarna. Það gefur mér svo lítið, þú veist, infóðan ég þarf einhvern veginn að reaction swinga, skilurðu, þú veist, og skáta þetta allt bara tiltölulega í einni runu. Svo ferðu þú á langt og þá er allt í einu, þú veist, einn gæi er komin í glugga og einn einhvers annars staðar og þú ert í einhverju vesenni, þú veist, þetta er bara svona, ég veit það ekki, ég myndi bara vilja eitthvað aðeins meira dýnamist, svona svipað eins og þeir breyttu miðjunni í kast til þess að vera með hana gluggan. Þú veist, bara sú breyting gerði það að verkum þú gast ekki bara spawnsmókað setuna og tekið miðjuna bara svona þokkalega frýtt og þú ert bara að spá í gæja á toxic, skilur við, þú veist, það bara gerði mappið mjög skemmtilega. Mér finnst eitthvað svoleiðis þurfa í einsend núna þegar er orðið, eins og þú segir, svona roadgrowth mapp. Og þetta er það sem við erum að lenda í rosalega mikið til dæmis eins og bara með næsta mappi í púlinu þegar við erum með Nuke, því var náttúrulega hent út við map rotationinu fyrir einhverju síðan og síðan komum breytingar og þá var Catwalki alveg frá terþaki og eitthvað og það var algjört bull. En núna komum við í þessa mynd sem við sjáum hérna í dag og aftur einu svona breytingarna sem við sjáum eru eitthvað annað, þú veist, annað flass inni eða smókur inni, dýpri smókveggir og eitthvað þannig, en ekki rosalegt, skilur við. Náttúrulega komu breytingar, þú veist, með CS2 og þessum nýju dýnamísku smókum, þú veist, að þú getur smókað ofan á silo og þú veist, kötta líka niður meðfram hliðinni og blokkar inn í sjónlínuna fyrir aftan silo inn í main, inn í gula. En þú veist, mér finnst Nuke aftur á móti vera bara fullkomið dæmi þú veist, þú getur borið útisvæðið á Nuke saman við miðjun á Ancient. Það er bara svo miklu fokki skemmtilega að spila útisvæðið á Nuke. Þú veist, bara allir möguleikarnir þegar þú kemur þarna að sem T. Þú getur farið upp á silo og þú getur píkað það, þú veist, þröngt niður í secret. Þú getur svingað það og píkað bláa eða þú getur hort niður í main, þú getur hort inn í íþrótta. Svo getur þú farið niður í, þú getur hort vinstra megin við bláa kassan, þú getur hort hægra megin, þú getur farið á rauða, þú getur hort inn í íþrótta. Þetta er svo mikið af svona litlum sigurum. Þú getur droppað á silo niður í Afríku, skilur þú veist, spilað það, þú getur hoppað upp á megin. Þetta er svo dýnamist. Og meiri segja frá City-hliðinni líka, að þá getur þú spilað svo víða stöður. Þú getur verið í rain, þú getur verið að halda default-anglinu, þú getur verið í gretakorti, þú getur verið að spila á bláa boxinu, Kenny S heitir þetta. Þú getur að spila alla leið aftur á City-fóni. Þú getur verið að halda þessu úr heaven, þess vegna, skilur við. Þú veist, þú ert með backup frá main-gæðum. Það er miklu dýnamiskar og skemmtilegra svæði til þess að bæði fylgjast með og spila. Já, ég er bara mjög sammála og þetta var bara mjög góð útskýring. Annað síðan eru við náttúrulega með senasta mappi í púlinu. Þetta er elsta mappi í rotationinu. Ef einhver hefur ekki spilað þetta þá hefur hann örugglega ekki spilað CS2 eða CSGO. Hefur verið eiginlega allan tíman. Það var breytt og bætt eitthvað pingu litlu þarna fyrir einhverju síðan. Sko þetta er náttúrulega bara the quintessential mid-control map. Já. Mér finnst það svona, þú veist, mér finnst það fínt. Skilur við, mér finnst alveg það virkar að spila mér skilur við, ég get ekki bent á eitthvað sem er bara eitthvað, vantar, þú veist, eins og ef að undirpass væri ekki, þá væri mjög auðvelt að benda á miðjuna sem bara ömurlega stað, þú veist, að vera á, skilur við. Þannig að það vantar allt það eru tækifæri fyrir dynamisk play, en á sama tíma þá í rauninni sama hvar þú ákveður að committa, hvort sem það sé gegnum apps, gegnum short, gegnum konna eða gegnum ramp eða palace, alltaf að funna líka choke point. Og það er svona, þú veist, ákveðið þema í mörgum CS-möppum, bara horfum á Inferno líka, þú veist. Og mér finnst það bara, það spilast á ákveðin hátt sem mér finnst ekki vera endilega skemmtilegasta spectatorsportið. Af því að mér finnst það búa til svo oft einhvern veginn, ef að þú vinnur entry-fightinn, að þá er sætið fallið og út af því að CT-stjórakortið er oftast að funnila inn í þig, að þá er postplantið tiltölulega auðvelt, þú veist. Þannig að mér finnst það bara svona, við segja svona 6-7 af 10 map, skilur við. Það er bara fínt, en þú veist, ekkert eitthvað
þegar ég sé Mirage hérna á listanum, þá ég ekkert bara yes, hvað ég lakka til að horfa á Mirage. Vá, þú ert öðruvísin sumir kastarar, það eru sumir sem eru mjög hrifnir af þessu og ef við tökum bara, þú veist, þessi svona, sko, við erum Nuke Train þjóð. Við erum það. Síðan eru aðrar þjóðir meira Mirage, þess 2 þjóðir. Það er yfirleitt svona, Tyrkirnir. já, Eimstar guðirnir, Santares, bara, litli bróður Santares bara að keppa. Fyrir það sem ekki vita, Santares er úrlega einn af hæfileikaríkastu bara eimurum sem upp á að verið og já, er Tyrki í þokkabót. Annað ríki sem að deilir okkar möppum, ég var að fatta þetta núna þegar við vorum að fá treinið. Finnar. Mér finnst Finnar og Danir. Og Danir, Train og Nuke. Mér finnst Nuke vera mjög stór í Danmörku. En Train? Ekki eins mikið Train. Mér fannst Danmörku vera svolítið Nuke Vertigo. Já, já, ég sammála. Á þeim tíma. Mér fannst Portugal, minnst þess að Portugal sé svolítið sko Mirage. Þeir eru svolítið svona aimgæðir sko. Finnst gaman að spila Mirage og hérna, og svo eins og þú segir, skilur, Tyrkland hérna alveg bara við erum með reglu í trúðalistinni. Það bara ef við erum á móti Tyrkjum, þá er fyrsta band Dust 2. Það er bara, við förum ekki Dust á móti Tyrkjum. Það er bara regla. Það er bara mjög fair play. Alltaf þegar við fórum í Train í gamla daga, þegar það var í mappólunni í CSGO, þá var þetta svona upp á heiðurinn þegar við mættum Finnum í Train. Það var ógeðslega gaman og skemmtilegustu leikirnir. Og þegar ég horfi á Ísland sem þjóð og bara hvernig við spilum CS bara frá 1.6 alveg yfir í bara daginn í dag og við höfum kvartað oft yfir þessu, við erum rosalega puggy. Og þegar við notum þetta viðstöðuleysi sem við köllum, það sem við erum bara að ná eimdúlum og bara valta yfir andstæðingin, hentar mjög vel í Nuke, það sem þú ætti að ná endurfrökkum, og Train, það sem þú ætti að ná endurfrökkum. Þannig að ég veit ekki með nýja Train samt, það er svona upp og ofan eins og við vorum að tala það er erfiðar að ná endriðunum hérna út tvistin. Sko það er ógeðslega áhugavert að segja þetta, af því að Train er náttúrulega eitt af þessum möppum, þar sem að þú veist, þeir eru funnelað inn í gegnum Ivy, í gegnum Twistin, í gegnum Popdog, skilur eða í gegnum Fjarkan 5. Þetta er allt svona choke point á mappinu. En það er ekki sömu tækifæri fyrir utility, eins og til dæmis á Mirage. Já. Þú veist, þú ert ekki með sömu, sko, þú veist, sama range of utility bara út frá stöðum til þess að vera þegar þú kastar í. Þannig að mér finnst einhvern veginn að make sense að Train sé ofar á Íslandi, af því að það er meira aim-dually choke point, skilur við, þú veist, þú getur gengið að því vísu ef þú ert Íslendingur og ætlar að fara að finna þér aim-duel, ef þú kíkir út megin þá þurft að fara að sjá gæja og þú þurft að fara að aim-duelan, skilur við, ef þú kíkir æfi þá þurft að fara að sjá gæja og þú þurft að fara að aim-duelan og ef ekki, þá bara lörkaru þanga til og aim-duelaran þú veist, og þá bara, það mun gerast þannig að það kemur ekki óvart að þetta sé vinsælt mapp á Íslandi og þetta er eina ástæðan fyrir að mér finnst mjög gaman að spila það. Ég er ekki eins svona heavy utility gæi. Þú veist, ég hef alltaf bara hort á sjálf mig sem entry og þess vegna finnst mér mjög gaman að spila eins og Train. Sérstaklega ef ég fæ sko í gamla Train þegar maður fekk fremsta spónið, ég spila Vappa líka mikið sko, að þá var það bara, heyrðu, hérna, þú mátt taka Vappa og þú mátt taka píkið og ég var alveg bara, yes, bara hraðasti tíminn þangað til ég fæ að skjóta fyrsta skotin í áttina andstæðing sko, það bara beint á það. Fann líka leyfi, þú var skriflegt leyfi frá yngjumlítarinum að, herðu, hann var bara að reyna, þú veist, hann var með fremsta spónið sko. Og svo í næsta rándi þá kaupi ég mig glaskan og Vappa á þriðja spónið og kíki samt og deg og þá fæ ég skamminna sko. Já, allan á 50-50 skilur við, 50-50. Óli, þú máttir þetta ekki núna, það er svolítið þannig sko. Við gerum þetta rosalega mikið í Mirage, að þarna, já, reyndar í Anubis líka, í Mirage, rampspónið, þá bara kalla ég og allir bara já, þú fer bara upp rampin. Já, upp rampin. Mér finnst það vannmeti play sko. Mér finnst það geggja play sko. Það er ógeðslega vannmeti. Sérstaklega ef þú ert með fremsta spónið. Þú bara spónar líka á rampinum sko. Já. Þú veist, mér finnst það algjör snilt. Sérstaklega þú veist, ef þú ert á hálfkaupi, þú veist, með tekku eða eitthvað. Ef þú grípur eitthvað gæja sem er hlaupandi, krossandi áttina stairs eða eitthvað að reyna að til að smóka þetta, þú veist, nóg að vera með tekku í hendinni og hann er bara dead sko. Þannig að mér finnst það underrated play, en það ger ég það eins oft og ég get. Það mætti halda að ég væri óþolumóður. Gæti verið, en það er spurning hvað er að frétta af leiknum okkar. Við vissum að einhverjum tæknilegum örðuleikum í sambandi við, bara komast inn á serverinn. Serverinn fraus, víst. Serverinn fraus, já. En það voru að segja að það er vonandi ekkert allt og langt. Já, 2 mínútur. 2 mínútur. Heyrðu við fyrir 2 mínútur.
og telji upp á 127 nei, hvað vantar filler 1, 2 já, observer Frjósa aftur Úf, já, það slæmt þetta er Y2K-vírusinn hann er bara 24 árum og seitt hérna. Það það sem er að gerast Vá, ég man eftir því maður pældu í því, það panikaði bara allir heimurinn, Já, það var bara alvöru býtu, var ekki eitthvað það var eitthvað hlutur að eitthvað sko Aztec eða Maya dagatal já, hafi spáð því að 2000 væri dómsdagur ég búin að heyra þetta nokkuð já, þetta var eitthvað svona combination Já, og svo var það sko tölvukerfin gátt ekki verið með ártalið 00 sko já, þannig að allt fór í rugl en það gerist ekki það fór bara í 2000 bara næstu því svo að það sé ekki heimsendir alltaf það er sagt að það sé heimsendir Já, býtu þá 2019 senast þá var enda kóruna Já, erum við ekki búin að gleyma þeim tíma bara pældu í Þetta því var svona næs tími sko fyrir okkur töluleikaspilana Já, já, hádegislestirna sko Já. þær voru ansi duglegar að fara af stað hérna. Among Us í matatímanum og... Ég ætla samt að segja sko, mér fannst það sem ég finnst verst við COVID-tíman er hvað hann bara gufaði upp Hvernig þá? Þú veist bara segðu mér skilur 10 hluti sem þú gerðir árið 2021-2022 og þú ert bara skilur, þú veist bara langflestir voru bara í einhverju hibernation mode og svo bara opnuður augun þá bara var 2 árum setna sko. Sérstaklega allir krakkarnir sko það lítið talað að skilur, allir krakkarnir eins og í menntaskóla Já, getur ímyndað að fara í menntaskóla og vera 2 af 3 áranuðinum í fjarnámi já, mátti ekki fara á ball bilun Það er bilun, ég lærið svo mikið á þessum böllum ég bara, þú veist, félagsþroskinn og allt sem maður tók út af þessum árum bara rugl, þú veist, að hugsa til þess að þessi krakkar voru bara veist, ef þú myndir setja 20, 19, 18 ára Óla og segja þú mátt ekki fara út og hitta annað fólk í 2 ár ég myndi hafa það af sko. Nei, þú veist, ég myndi ábyggilega enda einhvers staðar á slæmum stað sko, já, sem að ábyggilega gerðist einhvers staðar já, það er bara þannig, en þú veist þegar ég hugsa tilbaka, þá hugsa ég bara einmitt svona, þetta var tölvuleiki tíma minn, ég var bara í tölvunni ég náttúrulega fekk COVID á sín tíma ég var einna frumkvöðlunum á Íslandi að fá COVID, var læstur inn í 3,5 viku og var bara að spila ég var með Dóa og Kristjáni sem að ég smitaði báða það Dói var ekkert eðlilega veikur Já, ég smitaði hann það er bara, við vorum með útsendingu og... Sko ég fekk COVID langt og eftir öllum Sko ég fekk ekki COVID í 1,5 ár þú veist, bara, við erum að tala um bara svona þú veist, þegar þeir voru þegar þeir voru svona byrjaðir að segja bara, herri, þetta er byrjað að fara þá fikk ég COVID þegar enginn vorkenndi fólki með COVID veistu hvað mér fannst það leiðilegt það var auðmilegt ég var bara eitthvað, ef ég hefði fengið það fyrir árið síðan þá hefði allir verið að koma með snúða og drykkjarsendingar og eitthvað heim til mín sko þá voru allir bara eitthvað, já ok, ertu með COVID auðmikið, þú veist, ég var bara eitthvað, ok ég fekk ógeðslega miklu vorkun sko, ég fekk bara sko deildastjórinn minn hringdi í mig og bara má ég greina frá hlutum og mannestjórinn hringdi og bara heyrðu við stöndum með þér og ég bara alveg bara hálfgrátandi, konan kom með byrðir og ég bara geggjað, það var bara læstur inni og mamma og pappa bara að spila tölvuleiki, geggjað sko en já. Hvernig líður þér, er ekki allt í lagi? Já, nei, en það besta sem gerist í COVID samt var þegar við strákarnir vorum að spila einhvern tímann, við vorum á Discord eins og gengur að gerist svo kom hérna strákur sem spilaði með okkur oft að norðan og kom og spilaði með okkur og þá vorum við að sannfæra um það sko hvort hann væri ekki örugglega búin að installa COVID-filternum á Discord og hérna það þurfti að passa sko að annars geta hann smittast í gegnum Discord og hann er svo aðeins yngri og fór og keypti þetta svolítið og var að leita út allt á Discord á því hvað hann myndi installa COVID-filternum sko sem að mér finnst ennþá bara einn skemmtilegasti brandari sem við höfum búlað sko. Já, þetta var gott. Allavega, það er örlítil pása á Kano Venus, það er ennþá eitthvað að frjósa og svo framvegis, þannig að við ætlum að taka örstutta pásu og komum tilbaka þegar leikurinn er að byrja.
Já, velkomin aftur. Við erum komin inn í Ancient og eins og sést. Herru, við erum komin í lóti 2 og Venus tók pistunar. Já. Það er nákvæmlega það sem að gerðist og hér sáum við Kano, þeir hanga bara á uppástaðinu þínum. Já. Inn í B-lobby, termegin, eitt smókur sem kemur hérna. Nei, flass. Fyrir leinið, það er enginn þar. En upprampin, geðveik grensa! Og MP9-nar geta á lifandi og það fellur ekki einn leikmaður Venus. Nei, og ég veist, þarna finnst mér fullkomið dæmi í rauninni eina kostin sem þú hefur til þess að búa til einhvern svona varians í þessum lótum sem er bara, við ætlum ekki inn á þessi svæði fyrir en það eru 20-30 sekundur liðnar. Og það er kannski eitthvað sem að, kannski er það partur af því af hverju ég er að gagnrýna Ancient skilur upp á að vera svolítið einhæft. Kannski er það bara því að fyrir neðan ákveðið level og þá spilar enginn þannig. Já. Og það er örugglega levelin sem ég er á að spila, skilur við, þú veist. Það er enginn að bíða hérna, hei, bíðum 20 sekundur og tökum síðan miðjuna í einhverju execution. Já, bónusrándið hefst hér. En sprayið var ekki alveg nóg gott, hópast nær einum. Geggjugrena! Kjarnorkusprengja þarna. Algjör. Ég er ekkert eðlilega ánægður með Venus samt að, þú veist, gera eitthvað með þessar byssur. Gera eitthvað með bónusrándið. Herru, svingum leinið. Og þeir smókuðu, var þetta þeirra smók? Þarna hlýtur að vera. Ég held það, já. Fyrir utan bláa. Já. Þannig að þeir voru, hvort þið er að splitta þeim. Þannig að mér finnst það bara flott play. Gekk ekki nú vel, en fyrsti. Eða hvað? 1, 2. Nei. Hefði verið flott á þriðja en ég held að rífrækið hefði komið inn. En gerir þetta þarna örlítið dýrara fyrir þá? Já, Mozart spilaði síðustu nótuna í þessari lótu og finnur síðasta frakkið og það er 2-1 Venus í vil. Og núna bæði liðin á kaupi. Já, við köllum þetta náttúrulega bónusránd. Skrítið. Það er skemmtilegt að HKR er komið vappa þetta beint. Spurning hvort að Venus búist við þessu svona snemma í hálfleiknum. Þetta kemur jútilið. Mitt jútilið bústið upp á leinið. En Rufflu finnur K-Dot og þá er miðjan í raun og verið fallinn. Snowy og HKR. Gekkja setup! Með vörnina. Býst ekki við því að hlaupa í vappalínu inn í bláa. Vappalínan og síðan treytið þarna frá Snowy. Þetta er geggja setup. Ég ætla að stela þessu. Virkilega vel spilað. Óskar liðið mitt væri með vappa. Erum ekki með vappa. Getið fengið með að lána einhvern tímann á mig. Nice. En samt áhugavert skilur við, þú veist, bara hvernig þetta er að spilast nú þegar sýnir okkur ákveðin stigsmun á Ancient mappinu sem við horfðum á fyrir 2 dögum. Já, bara vissulega þarna eru setup og þarna ákveðin take á miðjuna. Mjög skemmtilegt. Run boost, við erum að sjá util, við erum búin að sjá flush inn í flest peak. Þetta eru 2 liðir sem eru komin til að spila. Við viljum fá þessa ferð út á Epiclan. Pappo gerir þetta erfiðara. Núna koma allir 3 frá sítisporinu. Við vita inn í Donut. Og Pappo! Hæ? Pappo! Hann vann rándið. 1 síðslis. HKR á að drulla sér í burtu og það pronto. Check him PC! Pappo! Þetta var, býtum við, þetta var 2v4. Það var 2v4, Pappo tekur 1 í Donut og svo snýra sig við á hárréttum tíma og sendir 3-4 kúlur í gegnum reikin og finnur 2 hausa. Þetta er sárt. 2 töp í röð núna og Kano kom með báðar hendur á stýri. Þetta er líka þetta er ránd þar sem þú tekur taktikalegt þú tapar. Já. Það er bara, þú veist, þú þarft að taka bara momentið og láta alla í liðinu átta sig á því að það var ekkert sem ég gæti gert í þessu. Já. Þetta var bara óhefning. Það var bara strákar, við spilum þetta ránd frábælega, ekki fara að breyta öllu hérna af því að við unnum ekki þetta ránd. Bara slöpum af. Þetta hört. Wow. Maður. Það sjáum við Mozart komin á vappan núna. Triple G. Sækir map-kontróli. Já. Hún að lörka að meinið. Gott sett og batteri. Þetta haldi að þarna... Nei! Æjæjæj. 1 fyrir K-Dot, 2 fyrir K-Dot! Nær AK. Það er einn ennþá eftir henn á sætinu. Allumæstur nær einum. Allumæstur! Pappin geigar.
En Mozart svarar vita K-Dot með AK inn í keifinu. En hann að pússa. Þeir bakkar aftur. Mozart og Papo 2 á móti 2 K-Dot. Hvernig hvort hann klýr þetta. Já, hann gerir það. Hann horfður undan. 1-1. Gott trade þarna, en það Triple G á deglunni og hann veit að... Staðsettur, degla í höndinu. Triple G! Klötsu með deglunni! Þetta geggja ránd hjá Venus. Talandi að elska það að sjá degluna syngja Tommy. Við sáum það þarna. Þetta var einn aria sem hann spilaði þarna. Þetta var geggja ránd hjá þeim líka. Hvað K-Dot að ná? Hann á ekkert erindi í þetta. Ekki neitt erindi í að eiga 2 þarna. En aftur, góð og sniðug spilamennska sem að koma út í þessum leik. Þetta skiptir frá Venus, setja upp crossfire þarna inn í helli og það skilaði þeim 5 fellum. HKR líka gerir sitt inn á sæt, finnur 3. mannin. En Diglur, hann galilinn, AK, Tekka. Þetta skítakaup hjá Kano akkurat núna og þeir þurfa að koma tilbaka. Ef að þeir kynni myndu vinna þetta ránd, þá myndu þeir skella Venus í vesen, peningalega séð. Snúi lappar hann inn í grensu. Svo veist það hvernig svona skrítin kaup á báðum hliðum. Já. MP9, 5.7 og svo erum við með 2 tekkur og deglu hinum megin. Snirtilegt. Mjög snirtilegt. Flott skot þarna. Engin nálagt til að ná í þennan AK líka, þannig að hann liggur bara alveg dauður í miðinni. Ruflu reynir að komast framar einna í cave og mætir þá allamestir með MP9, vissulega ekki besta byssan í nákvæmlega þetta, en af 2 Snjói með 5.7 þá hún vafalust betri. Triple G að leita upplýsingum, sér Topaz. Papo líka spottaður. Þetta agað hjá Snói að snúa við þarna. Það 2 menn komnir út helli samt og hann finnur ekki neinn af þeim. En pressi fellur hérna á móti HKR og retakið byrjar, bomban komið niður. Þessi smókur hægir aðeins á. Aga hjá honum að bíða líka eftir að smókurinn feiti bara og lefa K-Dot að komast í stöðu og Triple G í róteti líka. Sumir hefðu ætti gerðum með það K-Dot nær Papo. Þetta opna fyrir CT-spónið en Ruflu ætlar að lörka. Ruflu! Nær einum, en Triple G með AK-in klára þetta á Venus. Komin í góða fóristu hérna strax í byrjun. Þetta var play sem að leikmenn með háa greindarvísitölu og gott gamesense gera þarna. Að lappa inn í smókin og reyna að fá það fram hjá sér. En á móti kemur HKR og Triple G gera vel að checka þetta. Já, koma út á góður tímasendingu líka. Það eru margir sem hefur bara lappað þarna fram hjá. Já. Tímalaust og það 2K sem að fer í 1v1 og hann var ekki með kit heldur, þannig að þetta hefði getið verið vesen, en snirtilega að spila þarna hjá Venus. Venus, City side map, gæti gert vel hér. Þetta bara Rush B. Já, ánægði með það, Mollin kemur niður, smókaðir, Grensurnar eru allir gegnum geggjaðar. Molla. Sjáu þið, þeir eru ekkert líf! Nei, hvað var hann að gera? Nær bara einum og bomban fer hér niður, hann pikkaði upp flash. Það hjálpaði nú ekki til, en eftir situr pressi og hann fellur. Þetta hefði verið 3K, 100% hefði hann ekki pikkað upp flash. Já. Bara 100% og í rauninni bara upp úr þessu, hvernig utility spilaðist þarna, þá bara mjög gott fyrir Kano að ná plantið þarna. Já. Þú veist, með það að þeir eru að hlaupa þarna allir upp, 50-26 skilurðu í HP. Já. Það bara, þetta á ekki endilega að vera plant. Bara engan veginn, sérstaklega ekki þegar M4 þarna í köpbíinu að halda með M4. Já, þetta var bara best case scenario. Hefði ég tekið snipp af því hvernig HP þeirra var með þetta kaup, lappaði upp rampinn, þá væri þeir örugglega sáttir, bara mjög sáttir með plant. Já. En þeir eru komin upp í vegg, Molly klikkar, þú ert við því, Topaz finnur K-Dot en Triple G svarar. Mozart þá að setja pressu inn í cave. Smokey kemur út. Snói komið sér í örugt skjól, já, gerir það. Hér í vari akkurat núna en aðeins minna en hálfur hér. Það ætti að vera að heyra í honum, já, það eru bæðið búin að skipta á skotum, heyrðu líka skotin hitta
hitta hann á þann og hann brenna í mólunum, þannig að það eru upplýsingar. En þá sjáum við hvað er Triple G að gera hinum einn á mappinu, nákvæmlega það sem hann á að vera að gera akkurat núna. Annarkvort gefur það þarna eða þá sækir infóið. Nákvæmlega spila ríteka, nei, þeir ætla að sækja infóið og Snowy aðeins gráðugur þarna sækinu í rampin. Ég vil meina að þú þarft ekki að púsa báða sætana á sama tíma en Almeister reynir þarna á pressa á Mozart, finnur einn, Mozart svarar, Triple G tekur ruflu á miðjunni og er núna að, á leiðinni í áttina að Cave í baki, 2 á 2 í þessu ríteki. HKR þarf að halda lífi hér til að sækja 5-una, Flassi kemur, hann er spottaður. Og Papo finnur hann og þá er Triple G einn eftir í Cave. Þetta er ekki góð staða fyrir hann. Hann og Smoke. Smoke og Kit. Spottar einn í fjarkanum en hérna gæti hann. Ég bara haldið byssu. Nei, Papo finnur hausinn og það er 5-3. Þetta leit svona hjá Triple G þarna, þessi síðustu skot litur svona smá út eins og hann hefði haldið að hann væri búinn að fá felluna. Já. Hætt að skjóta. Það er þetta blessa update sem kom í gær. Sem er að láta alla skjótast eða til tungsins. Já. Þannig að hvað heitir þetta aftur? Þetta er svona, þetta prediktar hvenær þú ert búinn að ná fragginu en það gerir ekkert rosalega vel í dag. Það er spöggar. Já. Ústið kemur þarna ætla að setja sig upp í það að geta nei. Hort yfir reikinn en HKR klikkar smóknum. Mid-control fyrir Venus. Þetta eru auðveld 2 frögg, mjög alltof auðveld 2 frögg. Og þetta Triple G er samt fljótur að alltaf að lörka út A-main en þeir bara búast við því núna. Frítt A-side, Smokurinn komið fyrir CT og Topaz er að fara að sækja fragg. Nei, Snowy 5-7, fellir hann. Það er engin bomba komin og sætin er ekki örugg. Snowy, risastór. Það er ekki þriðja en Almeister skiptir í AK og klötsa þetta round 2-1. Risastórt að hann fái line-upið þarna beint á eftir Snowy en þú talaður það. Snowy þurft að stíga upp. Hann er núna með 7 fellur. Hann er í 4. sæti þegar kemur að fjölda fella. En allavega hann að síðasta round, hands down hans. Já. Að finna þessar 2 fellur með 5-7, eina af opni, pikka sig hann í bakáinn og taka aðtíklina. Bara vann roundið fyrir Venus þarna. Samt roundur undan því, þá kostaði hann á roundið mögulega að sækja þetta inn í rampin, þannig að mistækur. Það er rétt. Papo gæti verið feitu hér. Tekkan öskrar á þá! Og það er 2K, 3K mögulegt. Nei, Snowy nær að loka þessu. Svo oft á Triple G hérna. Hver er það sem er með honum á CT? Það er engin. Ruflu nær fragginu og þá er þetta, kannski ekki allt fallið. Búast þér við honum í donut? Já, sjá geta þetta ná plantinu, nei! Ákaflega góður CT-hálfleikur hjá Venus og þrátt fyrir að vera 2 mönnum undir þá, í splitt sekundu þá eru þeir að spila vel úr þessu rondi. Nú ætla ég að minna það, Tommy, þú kallaðir 100% einsend sigur fyrir Kano. Já. Ertu ennþá á því? Já. Eru þeir að fara að loka CT-main? Já. Algjörlega. Lok og læs. Ég verð að segja, ég er bara, Venus eru að standa sig yfir væntingum hjá mér. Það er að spila ótrúlega fallega. Það er að spila virkilega vel. Spila góðan CS og afkúrum öðrum og bara hæfileikaríkir. Þurftuðu bara eitt stykki frábæran Snowy inn í liði til að ránda út line-upinu. HKR með góða fellið náröflu og þá eru þeir einungis 3. Báðir rampinum, Glæsett spreytar hann á, einn en Mozart stóískur með 2 hausa. Rísavaxið, það hlýtur nú að koma að því einhverja þessum lótum falli Kano-megin. Það búið að ansi mikið. Spottaði rampinum, Topaz. Núna vita þeir ekki hvort að þetta sé Mozart eða Topaz. K-Dot, fastur myndi steins og slegg. Mozart! 4 hausar! Með 4 frögg í randinu og skilur Topaz eftir með mínútu á klukkunni 1 á 1 á móti HKR sem er lág, bara 40 HP. Og hættulegu leikur að svinga þarna upp á að reyna að grena.
eða smóka. Það er að taka fætuna það við hann og Topaz finnur frakkið, en þetta ránd fyrir algjörlega til Mozart. 4K 4 hausar, opnar nánast lokar. Upp úr þurru. Já. Fyrstu 2 hausandir upp úr þurru, spilar þetta rosalega vel og var það ekki, það var HKR eða K-Dot þarna sem var niður á rampinum í mjög óþægilegri stöðu. Af því að leiðu skotið í hann frá double doors, þá veist ekki hvort það sé að róta þetta tilbaka eða hvort það sé ennþá maður inn á sætt. Hvort það sé að þetta AB eða AFB. Og hann endar á því að vera að horfa í kringu sig, horfir í vitlausu átt á vitlausu tíma og það er bara frýr haus þarna fyrir Mozart. Venus núna peningalega séð í gúlækinu, eins og maður kallar það. Og þetta lítur út fyrir að vera 7-5 úr, hvað var það, 7-2? 7-3? 7-3. Það er alltaf að gerast og timeout Kanomein. Já. Það er ætla að nýta þessa síðustu lóti. Já, það er bara spurning hvað þið vilja gera, aðeins að lesa í peningin, hvað þið voru að gera, en tökum til því, Fragg hæðsti leikmann á sörunum, það er Papo, við gáum honum svo ekkert rosalega mikið kredit í byrjun, þegar vorum að kynna inn leikinn, en það gleymist oft að þessi strákur, hann einstaklega góður fraggari og það sást þarna. Já. Sást í þessum hálfleik. Og bara ég held að Kanomenn geti bara verið þokkalega ánæði með Papo. Þú sér hann að 14 fellur næstu eftir honum með 8, búin að vera allt í öllu í þessum hálfleik hjá Kano og heldur áfram. Papo opnar þarna, tekur út Snowy. Það flassir ekki jafn gott og það sem er kastað þarna frá hægri hliðina á tarpinu. Mér finnst Venus allan hann hálfleik búin að spila svolítið cave heavy. Já. Þeir eru alltaf með 2 inn í helli, inn í bláa. Mjög viljandi gert, þeir vilja halda þið fyrir postplantið. Þannig að það er bara mjög skiljanlega. Triple G finnur AK. HKR leitar en Topaz finnur 2 þarna á bínu. Vita hvar Triple G er niður kominn og ætti geta bara rótita bombunni yfir og átt frítt 5. rándið. Eða hvað? Papo var að finna Allimeister á T-spawn sko, nei C-T-spawn. Já, þeir eiga bara eins mikla stjórn á kortinu held ég og þú getur verið með. Já, þeir eru búin að einangra hann alveg, þeir eiga leinið, leinið eiga rótið frá rauða. Hann hefur enga leið í burtu frá þessu sæti án þess að þeir viti af því. Þeir eru með sem er 2, einn í rauða og einn á C-T-spawn. Já, þetta myndi vera sko, þetta hefði verið bara top 5 clutch of all time. Já. Ef Triple G finnur þetta sko. Og Ace. Já, hann þarf að finna 4 duels. Nokkuð svona bróðulega skipt á milli sín frökkunum á Venus liðinni. 11. 5. En já, vissulega mjög bróðulega skipt þarna og leikmenn búin að eiga smá hetju, ránd og svo framvegis. Það er spurning hvort að K-Dot stíu upp hérna á terliðinu og sína okkur hvernig hann opnar. Sko, ég saknaði samt smá í fyrirhálfnum og saknaði ég bara eitt gott A-execute frá Kano gegnum main. Ég held að það hefði mögulega fundið eitt auka ránd fyrir þá. Það hefði komið á réttum tíma en núna taka þeir á móti einmitt A-execute í gegnum main á pistunni. Topaz með 2, Mozart bak við default með túlurnar. Svingar út og lætur finna fyrir sér pressi, bakkar hann upp, K-Dot fellur og þá er það HKR og Triple G á móti 3. HKR fastur inn í kirkju og hvar er Triple G? Jú, hann er að rölta í gegnum A-main akkurat núna. Reyna að finna einhver duel búast við honum hérna í Donut en spottar hérna út Mozart ekki búin að finna fellu enn sem kom með Triple G með 2 Papo. Þetta þrefaldur með þrefaldan og bjargar þarna Venus og það eru bæði pistol. Wow, Tommy! Já, þetta var bara rúst. Þetta var bara, ég held að þetta væri Kano-lota allan daginn. Mozart þarf að hætta að kaupa dual barettas. Þetta var it was a travesty. Já, það þurfti hvað, 22 skot til að finna fyrsta fraggi. Hann fann ekki fragg. Ég er nokkuð vissu það. Nei, pressi tók hann. Já. Frá CT sko. Hann spreyjaði líka bara 20 kúlum í hann, var ekki að detta. Nei. Þessi molli.
hann hafi hitt. Það mollað bara, já, vegginn. Svo hann kann og reyna að vera aggressífir hérna. Framalega í helli, 4 leikmenn B-megin og A bara nokkuð opið. Já, bara gríðarlega opið. Mozart einn með Diglu þar. Hann þarf eitthvað kraftaverk til að halda þessu sæti því að þeir eru á leiðinni þangað. Leikmaður í bílóbíinu að bakka. Þeir sánda líka Mozart eða ekki? Ég held það. Gæti verið. Mozart alveg með Digluna á CT-spónu núna er að róta því burtu frá aðinu. Það er nákvæmlega enginn inn á aðinu. Bara geggja kallið og Triple G að kontakta þarna. Fá sætin bara frían. Algjörlega. Já, fríbist þetta á tilbúin í að hjálpa félaga sinum. Þetta er rísmók á CT bara til að eyða aðeins meiri tíma fyrir CT hana. En hérna þau eru að koma sér yfir á A-sætið ef þeir ætla að ríteka þetta. Þeir eru með man advantage. Er þetta ekki, sko, bara taktísk spurning hérna, Tommy? Já. Í þessari stöðu. Viltu ekki bara, þú veist, bara setja áherslun á exits? Sko, þetta fór rosalega eftir dúelinu sem var tekið í kirkju, en þegar það dúel tapast, þá tekið bara, já, það er mjög bara. Bara út af armornum á þeim nokkrum, sko. Já, herru. Þeir eru konum með allan að felluðar sínar. Papu að drífa sig í burtu, sjá hvort hann geti lifað með hann með þessa Diglu, en gerir það ekki, hann þarf að fara einhverstaðar í Mirage. Í öðru landi. Já. Bílun, sko. En Papu heldur áfram að spila þvílíkan-leik. Honum vantar félagskap. Bara 19 fellur. Bara pressi á 4, Rufflu á 8, Mozart á 7, Topaz á 9. Það er enginn búinn að stíga upp almennilega í liði Kano. Nema Papu. Og eins og talar það er jafnt fraggað hjá Venus. Triple G, hann situr á 18. Hann er svo sem ekki að spila illa, drengurinn. Nei, ég meina, hann er með, hvað? Hann var með 11 í hálfleik, hann er með 7 fellur í 2 lótum. 3K náttúrulega í fyrsta landi hjálpaði helvíti mikið til. Nei, í 4 lótum ekki. Nei. Þetta er 3. lótan í seinum. Þetta er 3. lótan núna og enginn búinn að falla. Þannig að hann tók 7 fellur í fyrstu 2 lótum. Já. Sjá. Makkan, nei, reyndar ekki að skera. Snowy. Svakalegt. Snowy gerir skaðan á liðsfélaga sinn. Rufflu skítlár. HKR, þeir heyra í honum. Hann veit af þeim núna. Ætlar ekki að taka swingið. Hefði komið honum í erfiða stöðu. Spurning hvort hann búist við þeim mörgum hann. Já. Gerir það núna allavega. Papu, hann er lár. Rufflu fundinn. En Triple G, hann er komin á hjálpina. HKR lokar þessu. Það er 10-5. Kano eru í vesenni. Þeir eru í vesenni mikið rétt, en núna fá þeir kaup. Sumir væri stressaðir hérna ef þeir væri að halda með Kano. Já. Það geti alveg fullirst því að þeir eru ekki búin að sjá mikið af einhverju svona rándum þar sem að myndi búast við að þeir eru að valta yfir Venus á einhverju eimi. Það er rauninni bara Venus sem er að spila einstaklega vel. Mér finnst Venus vera að spila frábært. Ég vil sjá þetta line-up í ljóstæladeildinni. Ég vil bara sjá meiri svona spilamennsku. Það er bara, ég skal alveg segja, mér finnst þetta að vera, þessi leikur bara að ranka í topp 20% af íslenskum séð, sko. Hvernig hann hefur spilast hingað til. Þetta heldur það áfram svoleiðis út seríuna, en hann leitar að fyrsta rándinu sinu. CT main hefur gengið brösulega. Fáum við ekki bara þetta klassíska, Tommy, þeir vinna margt ekki hjá okkur öðrum og K-Dot, opnun. Á Mozart sem að búin að eiga erfitt uppdráð fyrir leiknum. Já, gríðarlega.
7-13 og Papó núna undir pressu, spurning hvort hann búist við K-Dot þarna, þeir eru að labba á hvort annan. Papó, Sællvinur! þú veist að það er ekkert sem þú getur labbað á þarna. En hann er fyrir aftan K-Dot, sér hann. Nýfur, Sæll. nýfur. Nei, enginn að finna fyrir að kalla á yfir á B. Það var óþægilegt. Það var óþægilegt. Halló, það voru fríir $1.500 hana. Það er alveg satt. Þetta var bara, hann hafði 40 sekundur til þess að hnífa. Það er ekki oft sem hún sér það. Það er smókur út allt, pressa, líður bara ansi vel hér. Hann er með uspu. En ekkert plant, 7 sekundur eftir, en fyrir þann tíma vinna Kano. Ég hefði viljað, af hverju drífur ekki upp hnífinn? Án gríns. Pressið samt sko heppin með tímasetningur þarna. Ef hann hreyfir sig 2 sekundur fyrr, þá fær hann mann í bakið. Ef hann hreyfir sig aðeins seinna, þá er hann að horfa annað. Já. Þegar maðurinn kemur út bláa. Það er bara, mátti ekki tæpar að vera. Þetta held að maður tekið af Venus og hérna er Triple G vantilega að lesa yfir sínum mönnum. En já, ég meina, hann var með rétt kall, þannig séð. Hann var með leikmann til að halda rótitinu fyrir sig, en óheppin með tímasetningu þarna, annars staðar á mappinu. Og þú getur stundum ekki reikna með því. En núna spurning hvað hann ætlar að gera með þetta kaup. Hann er með eitthvað jútil til að vinna með þarna. A-play? Mid-take? Mér finnst þeir eru búin að vera þokkalega heavy A-main. Ég væri til að sjá þá fara aggressívt miðju lane núna. Vinna þessa miðju og spila sig út þaðan. Eða bara, þú veist, fá bara, hvort var það ekki pistónátið á Kano? Bara býða aðeins í B-hurð. Þeir ætti að vera orðnir þokkalega stressaðir, Kano main. Þannig að ég gæti alveg trúið að þetta væri lótana sem við fyrir að sjá smá aggression frá Kano til þess að reyna að hrista eitthvað upp í hlutunum. En við sjáum til, að því sögðu þá eru komin úrslit í hinum seríunum. Dusty 13-6 á móti A6 í Train. Með mappi 1 í öllu. Vega fellir Fylki 13-5 í Nuke. Og Saga vinnur Aurora 13-8 í Anubis. Já, þetta er, mér sýnist allt vera mapp-pick líka hjá þessum innan gæðsalapa favored liðum, þannig að... Þarna kemur það, bara, það kom hart mid-take. Bara inn í línuna, þetta er ekki hægt. Ruflu fylgist með flankinu, en nær ekki frakkinu. Og það er allt farið til fjandans hjá Kano. 1-2, Papó, hetjan í leiknum, hinga til. Smókaður út, en bomban liggur þarna á leininu held ég. Papó komin ansinn nálægt núna. Þetta er slæmstaða, þeim grunar Þeir heyrir í honum! Þeir heyra hann hitt hann! Spreyjar ekki ennum smókin, Snowy hverfur frá þessu, grunan inn í, hérna verður hann bara að finna tímasetningu. Þetta er geggjuð tímasetning, spurningin er hvenær Snowy ætlar að horfa tilbaka. En þú verður að hitta þessu skoti, Papó! Þú ert búin að vera á eldi allan leikinn. Þetta þurfti að vera haus í fyrsta. Að Ruflu finn ekki fraggi þegar hann kemur út smók í miðjunni, tapar bara rándinu og það verður bara segast. Þetta er bara nákvæmlega sem ég sagði. Þeir eru orðnir stressaðir. Það segir, herri, við ætlum að taka þetta í okkar einhendur, við ætlum að taka harða miðju og við ætlum að fara í þetta laneplay. Ég held að Venus væri í vesinni þarna af því að þeir fóru beint í gegnum hurðina. Hefði verið geggja kall að hanga fyrir utan hurðina í 10-15 sekundur og bara flassa yfir og taka laneið. En þeir labba þarna út. Missa hvað, 1-2 leikmenn, en svo bara missa Kano boltan hana. Já, bara algjörlega. Það áttu bara að gera betur. Algjörlega, missa þetta bara algjörlega frá sér. Þeir spiluðu þetta úr sínum höndum. Þeir voru með rétta staðsendinguna, þeir voru með réttu hugmyndina, en það er ekki oft sem maður segir það með þessar face-it stjörnur, eða hitt og heldur. Það er aimið sem bregst þeim. Og nota bene, ég ætla að taka eitt fram sem að ég nefndi náttúrulega ekki. Ruflu, hann var í Venus. Já. Hann var í Venus og... Er hann ekki með stratbókina bara? Af einum eða öðrum ástæðum var hann fjallaður úr liðinu. Var þeirra besti leikmaður á tímabilinu frakklega séð allavega, reytinglega séð. En fer á blaði allavega betra lið, en allt kemur fyrir ekki.
Venus eru yfir akkurat núna og vel yfir 2 rándum frá því að sigra Kano hér í þeirra mappiki. Hvað eru 5 lótur búnar hérna í seinni hálfleik og Triple C búin að finna 12 frögg. Já, þetta er bilun. Hann er 200 plus ATR í seinni hálfleik. Mestir fara aðeins að finna á því hérna. Og áfram halda Kano menn. Og Papo, að sjálfsögðu Papo. Já, K-Dot tekur over Triple C þarna, skellir inn í kúl í hausinn á honum og fellir liðsfélaga sinn. Tökum til því, þeir eru 2 á miðun hérna. Eiga hana algjörlega, þeir heyra í þessu spreyi og þá ætlar að sækja, en það eru Diglur sem er að sækja. HKR með 1 ruflu, hann flýr þetta, hann má eiginlega ekki falla hér. Ó nei, Greina gerir ekki nóg mikið en smá skaði, 49 og 72 í líf og þá er spurningin, geta Kano menn hreift sig þannig að þeir geti tekið á móti þessu eða þurfa þeir að fara í þetta 3 á 2 retake. Engin tími fyrir ruflu til þess að fara alla leið í tera til þess að finna sér byssu. Þannig að, já, hann virðist núna vera að lörka í gegnum reikin, allavega í kringum reikin í ellinu. Gefa A-sætið bara algjörlega og það er bara góð ákvörðun. Ruflu fært alltaf að vera bara svona fljótandi að finna eitthvað fragg. Þeir eru á leiðinni aftur út Donut. Reyna að finna Ruflu en hann er komin í flúðurnar á kanónum. Mikið held ég að Venusmenn væru til í að sjá staðsetningu hjá öllum á minimappinu akkurat núna. Þeir ættu að vita það að A-sætið er eins galopin og hægt er. En það er bomban liggur þarna fyrir utan. Já, bomban á leininu, þeir voru bara að halda því. Ég held þeir væru með bombuna. Það verður alltaf galin hegðun að sitja þarna í terrampinu. Það er ástæða fyrir ég skildi það ekki alveg. En það er mín mistök. Kano tekur þessa lótu en Venusmenn lifa með 2 byssur. Það er ekki nósamt til þess að þeir geti keypt eitthvað að viti inn í þessa lótu en tilfinningin er dálítið bara svona eins og, þú veist, þeir eru bara að blasta beaches, staying alive í þessum leik og bara reyna að spila sig aftur inn. Þeir eru búin að eiga 2 sjansar til að spila sig inn í leikinn. Báðir hafa algjörlega feilað. Já. Sjáum hvað kemur núna. Það er búið að vera mikil áráskirni hjá Kano, 2 lótur. Hún heldur áfram Mozart, komin upp í glugga. Lane control ekki komið í hendurnar á Kano endilega en gætu haldið það en þá eftir að klíða út Cubby sem allimestir er. Hann er með tekku armor, þetta er stór hættuleg byssa til að mæta short range. Já, það er alveg til byssu sem þú vilt frekar klíra á móti og allimestir pressi. Klírar ekki einu sinni hotnið. Verður að horfa þarna, Mozart svara samt, Ruflu finnur HKR í A-executinu. Hvað sem er Snowy, K-Dot svarar. Og K-Dot komin út, fellur á móti Papo, Triple C og Mozart. Mozart fallin, nærannistu, nei! Papo lokar þessari lótu fyrir Kano. Triple C þarna, ég var að sjá Triple C bara fara að loka þessu. Hann var hásbreytt frá því. Nei, ég sá líka bara tvo svona heitustu mennan á serverinu mætast. Við bara þetta verður eitthvað. Ég held að við þurfum að sérstaklega einbra á því að athuga með skorbortið hérna 26-12 á Papo í liði sem er 11-8 undir. Já, það er algjör sturl. Það verður bara að segja þessi grensa. Já, þær eru brotnar. Það er bara flott maður. Alveg 7 í damage. Heila 7. En pressi með examin gæti verið á feitt hér. Einangrunarfélagið þinn Kristján, hann segir ef hann fær ekki 2 þá er hann aumingi. Já, þarna eru þeir 2. Það var hann ekki aumingi og það verður bara að segjast 26 frögg á Papo. Papo-vaktinn heldur áfram, hann hlýtur að vera að fara að leita. Timing. Snowy fellur og 11-9. Nú erum við komið leik. Pressi tekur 3 fellur á examin hann. Hann er að fara inn í næstu lótu með 5.000 rúmlega og uppgreitar í M4 eftir að hafa kastað vappa fyrir Mozart. Þvílíkur höfðingi.
bara droppar vappa, heldur XM-inum, bara ég spila cave eða eitthvað. Hann er búin að uppfæra sig, hann er komin á M4. Maður á ekki að gera það, maður á að nota hana ef maður hefur hana. Ég er alveg sammála því. Hann var búin að borga hana upp 1.5. Núna kemur aggressjónið frá Venusmönnum og það er hratt take á lane, smoked cave, komin í glugga og þeir eiga miðjuna. Algjörlega, en Mozart, hann er í vörninni, nýtir vappan þarna. Þetta var skítugt og ennþá ógeðslegt þarna! En Papo, að sjálfsögðu Papon er að slökkva í þessu. Hvað erum við búin að sjá mörg svona moment í þessum leik? Bara 2-3 hausar allt í einu upp úr þurru. HKR gerir gífulega vel annað fyrir Venus en þeir enda í 3-3. Og eru í ekki öfundsverðum stöðum hér. Það er einn í kirkjunni, hann er að halda rauða aftalega og einn bara í baklinuna að halda. Þeir þóru ekki að sitja á sætinu. Nei, það eru engar upplýsingar þarna fyrir Kanomenn og ég meina við sjáum það, þeir eru allir á þessari CT-línu sem ætti að vera síðasta vígið til þess að falla í hefðbundum leik. Þannig að þeir virðast alltaf að bíða átekta Mozart þarna póstaður upp í kirkjunni heldur að main en það er enginn að koma út úr að main. Mozart gæti samt átt. Hérna einn fragg. Fyrir 2. Nei, það er ekki nóg. Gráðugur er hann en Rufflur er komin í gegn. Biður flass en ekkert. Nóg fyrir 1. Fyrir 1 á Xbox. Allimester leitar vita þá af hvorum öðrum. Ekkert kitt á Rufflu hins vegar. Finnur fraggið og það kemur ekki til. Vappi minnst það í bróki og hérna eru þeir komnir í 10 round og það er sveitt efrifjör á Triple G akkur núna að reyna að finna einhverjan lausn á þessu. Já, ákveðin vekkur sem að Kanomenn eru bara að koma upp hérna algjörlega búinir að stoppa alla tilraunir frá Venus í síðustu lotum. Hvað er þetta komnar margar í röð? Er þetta ekki 5 í röð? Nei, 4 í röð. Leita sinni 50. Það er ekkert rosalega góður peningur til að kaupa djúftin í þetta ránd. Þannig að það gæti verið að þeir koma til hérna í 11-11. En við skulum ekki vanmeta. Það er smókur, 2 flöss og molli og tekkur og bérus. Bérusið, mér finnst það skemmtilegt. Tímasetningin er oft þannig líka bara að þú kemur upp rampinn að þú gripir fólk á með buxurnar á hælunum en Rufflu þarna búin að gera vel, búin að koma sér í glugga og þeir vita af þeim og þessi grena gerir mikinn skaða. Þeir búast núna við miklu B-megin, það er bara Mozart A-megin. Flassi kemur en Flassi hæfir rauninni engan, þeir eru með lane-kontróli ennþá en þeir eru allir þarna. Mér finnst það ógeðslega skemmtilega að spila hjá Venus. Með því að sýna sig ekki þarna í þessu píki sem kom. Já. Að þá eru þið búin að senda Kano í rótið. Þið sjáu það, Kano er búin að senda, hver var það, Rufflu, búin að senda niður mitt og eru núna að róta þetta aftur í áttina 1B. Hérna lendar í vesunni. Þetta er rosalega erfitt að eiga við. Það steppaði einhverjum í keif. Það hlýtur að hafa verið mistök að einhver steppaði inn í keif þarna. Hlýtur að vera. Blindir eru þeir en pressi. Það er alltaf komið upp fyrir pressa, fórki á hann og bíð heldur. Rísa stórt crossfire þarna og ég ætla að segja það steppaði einhver af þessum 3 og voru að lurka cave. Það tók alla möguleika á að vinna þetta round í burtu. Já, það getur bara vel hugsast. Ég heyrði ekki steppið en guð, ef einhver myndi gera þetta, brjálaður. Ángríns. Venjulegast er það ég sem gerir þetta, sko. Rekst í scrollvílið og hoppa randomly, sko. Það er svo pyrrandi. Man var einhvern að spila Inferno með turbo. Hann bara láta okkur halda fyrir utan B á topp banana í sko 30 sekundur. Já. Og svo hoppa ég. Hver var þetta? Já, ég held að aldrei verið jafn nála því að vera vinaslitt milli mín og Þóris, en það rettaðist blessunlega. En Venus hérna snemma komnir manni undir og það eru 2 vappar T-main, HKR og Snowy.
Áhugavert, þeir eru að finna einhverjar opnanir og þeir reyða sig á það. Allimester leitar hérna upp rampinn, Pressi og Topaz í skemmtilegu setupi hérna. Þetta er TikTok setupið. Já. Það er næstu því eins og sko Kano bara viti af þessum tveimur öppum. Nú veit ég ekki til þess að þessu báður að skjóta sko, en þeir eru að spila svo passífa stöður hérna. Já, Snowy í rauninni bara er að bíða, sko, það er alvöru setup á aðinu. Hann er að bíða eftir einhvern í kirkju og Hinri í Donut bara að fylgjast með. Allimester verða frítt fragg á engan annan en Papo. En býtu, wow, af hverju við labba Papo þarna svona öruggur áfram? Það er góð spurning. Hann var ekkert öruggur. Mozart var með mjög passífa línu. Mér finnst það mjög skrítið. En þá er Snowy búinn að finna A-sætin, spurning hvort þeir búist við Ruflu í Donut. Þeir vita náttúrulega þeir eru ekki búin að klíra hann, en Planti kemur, þeir þurfa ekki að sýna sig frá Donut. Og núna heyrir Ruflu hvað er í gangi, lappa beintir í línuna hjá Snowy og retakið er 3 á 3 upp á hver ætlar að komast fyrst í 12. Hver ætlar að eiga sjens á að vinna leikinn í næstu lotu. Triple G nær engum, Pressi nær opnuninni. Vappinn byrjar að syngja hins vegar fyrir Snowy, engan annan. En Mozart svarar og Pressi með hauskoti. Þetta var snirtilegt retake. Snirtilegt retake og alveg sko hvort að Venusmenn hafi ekki búist við þeim mörgum svona hratt eða hvað var. Mér fannst þeir fara aðeins fram úr sér í retakinu. Mér fannst þeir aðeins úr graður í að taka kontakt. Spurning hvort að konfidensi sé bara komið aftur í þá. Þið ekki tala um Kano? Nei, ég er að tala um Kano fannst mér spila þetta frábærlega. En ég er að tala um Venus eins og bara, hvað var það ekki, Snowy sem var í kirkjunni? Eða var einhver með vapp í kirkjunni? Já. Það var Snowy. Ég stið alveg spurningamerki við það að fara í svona stórt pík áður en að þú ert búin að heyra, þú veist, eitthvað meira gerast. Já. Hann hefði getað beðið aðeins lengur. Lurkað aðeins í bróki og leyft hlutunum að koma til sín. Já. Spurning. Mér fannst það svona, þú veist, 10%. Taktu 10% af árásargirnina þarna og þá held ég að Venus eigi bara mjög góðan sjens í að vinna þetta. Það er bara mjög góð punktur. 12-11 hins vegar Kano einu rándi frá því að sigra sitt map pick og Venus þeir geta forsað overtime. Kaupið er bara fínt. Þetta er eins og bara ferð til tenni, þetta er bara fínt. Bara fínt. Gott veður, þú veist. Við heldur verðbólgunni. Já. Er eitthvað land sem er betra til að ferðast til að, þú veist, lækka verðbólgunni í Íslandi? Það er spurning. Nei, við verðum náttúrulega að leggja okkar að mörkum með haldinni við, sko. Já, satt hjá þér. Nei, við þurfum eiginlega að finna okkur bara dýrari lönd til þess að ferðast. Já. Við erum að taka lán fyrir ferðan líka, sko. Ég elskar það, maður. Framkvæmdalán. Já, hver elskar ekki að taka tennur í ferð og vísa raf, það er spurningin. En það er allt í játnum hérna að lota 24 síðasta lotan í venjulegu leiktíma hérna. Kano 12 geta lokað með sigri, Venus geta knúið framlengingu og þessi lota er að spilast hægt 1:20 eftir og það eru leikmenn Venus sem að eiga miðjuna og finna fyrsta fraggið. Ruflu fallin í Donut. Mozart alveg einangraður, Óli. Alveg einangraður og sjáðu hvað þeir eru 3 að lappa upp leinið og þeir eru að lappin í hakkavélina en Topaz svarar og på móti finnur 2 en Triple G tekur niður Topaz og þá er það bara Mozart, stjarnan, maðurinn sem við sögðum að þyrfti að stíga upp. Hann getur lokað þessu hér fyrir Kano en það verður að teljast ólíklegt. Hann getur ekki búist við Allimester þarna, Keito þarna en gerir það ekki. Og það er framlenging. Það er framlenging, það er nákvæmlega þannig. Fyrsta framlengingin sem við erum búin að fá í rigg allan í útsendingunum. Ég held að það hafi ekki gerst svo ég viti í þessu fyrstu leikun sem var á þriðdaginn. En verður að segjast, ég er bara pínku komin á vagnin með Venus, sko. Spila fallegan CS. Ég verð bara að segja að ég er virkilega ánægður með lið Venus hérna í þessum leik. Og fyrir þá sem kannski sitja heima, mögulega eru einhverjir nýjir, einhverjir fjölskyldumeðlimir sem voru fengnir til þess að horfa með í kvöld. Þá virkar framlengingi þannig að það eru 6 lotur. Fyrsta lið til að vinna 4 lotur hér fer með sigur á hólmi. Eða fyrir 3-3, þá fyrir við í aðra framlengingu. Já, við erum líka með $12.000, sko. Það er alveg geggjað, sko. Já, það tekur pressuna af þessari þriðju lotu. Já.
Pabbo Topaz með sikkot 3 niður rampin, Keidot eins og að nær Pabbo, en þeir eiga leinið. Eina fastegnin sem að sem að Venus eiga núna er miðjan og þeir eru ekki komnir langt þar. Nei, og mér finnst þetta hafa verið svolítið, þetta ekki fyrsta skipti í þessum leik sem við sjáum Kano senda 3 niður rampin. Það búið að virka vel fyrir þá. HK er að fara að kíkja með þeirra. Það bara þýðir ekkert annað. Getur ekki verið að hann búist við þessari stöðu frá Ruflu, en þó að búist ekki við henni að þá finnur hann samt felluna. 3-2 mínúta eftir á klukkunni. Og Mozart, hann miða bara Bróki, sjá hvort hann fá okkur þar. Millitíðinni þá eru 2 eftir í liði, Venus, HKR og Triple G. Það er smá jútil eftir eins og það á honum Triple G sem gæti hjálpa til. 1 smókur á HKR og þurfa bara eina opnun og þá eiga er þægilegt sæt. Já, með við skorbortið þá er þetta akkurat þeir 2 leikmenn sem þú vilt að sé á lífi hjá Venus. Tvímælalaust og ábyggilega leikmennir sem þú vilt ekki hafa á lífi Kano megin. Nei, ég segi svona. Allt leikmenn sem að geta gert góða hluti en kannski ekki bara eru bara einfallega búin að vera í skugganum af Pabbo í þessum leik, algjörlega stórgóður. Það sem hafa verið þessum leik. Bólling kemur, við vita núna af Topaz. Þetta er góður smók fyrir Venus. Ætti að byggja plantið, nei! 4 sekundur, rándið er tapað. Fyrsta rándið til Kano. Þetta er risastórt hjá Topaz. Já, hann spila sig ekkert eðlilega stórt þarna. Það skipti engu máli hvort að hann myndi falla í kjölfara á þessu eða ekki. Einfallega fallega spilað hjá honum þarna á B-sætinu. Það hlýtur eiginlega að vera að Kano hafi verið að Venus hafi verið að planta aðeins og framalega. Já. Er það ekki? Jú. Það hitti ekki á réttan stað. Nei, hann hitti ekki á díföldu þarna. Svo í kjölfarið bara sýnir hausinn og Fraggi kemur. Mjög þægilegt. Flassi kemur þetta miðuna en það skiptir ekki máli. Pressi spreyja niður Keidot á það sem að var að hlaupa framhjá. Hann er ekki að horfa á réttan staðan Pabbo og í kjölfarið vissi lífti. Ruflu. Stálheppin að vera á lífi en Topaz í gegn. Nær Snowy. Hvernig lifir Ruflu þarna? Ég skil það ekki. Hvernig eru þeir ennþá í miðjunni? Af hverju eru þeir ennþá í miðjunni? Og búnir að finna 2 leikmenn Kano, opna ansættin upp á gátt og eru á harðaspretti þangað til þess að koma bombunni niður. Þetta leit svo vel út fyrir Kano en allt í einu eins og bara hendi var í veifað að þá er yfirgnæfandi líkur á að Venus ná að tryggja sér jafntefli hérna 13-13. Topaz og Pressi stórt verkefni fyrir höndum. Já, báðum í kitt allana, þannig að það er fínt og Pressi gæti verið að fara að finna allamestir hérna. En þetta eru bara viðrunarfjöldunar sem að koma, HKR snýr sér við, hann er á Xboxinu. Búin að finna annan. Þægileg skot. Já, og bara, mér finnst HKR vera búin að stíga upp í síðustu lót. Já, bara tvímælalaust. Eitt sem er samt svo mikið overcommitment á midcontrolleðna hjá sér. Þeir eru konum með fröggin, getur bara bakkað og unnir andið. Já. Jafnvel í staðin fyrir að reyna að flassa hann út og committa Mozart í eitthvað, hann hélt á flassi þegar hann féll. Þá að bara flassa yfir þegar hann fekk kontakt eða halda línunni þröngt í hann eða eitthvað og hjálpa hans til. Já, ég er sammála því. Þú vilt að vera að horfa á leikinn samt. Já. Og þetta er að heyra í mér þegar ég er að horfa á formúluna, sko. Já, Af hverju keyra er ekki bara hraðar? Já, bara frábær Hverju ekki bara fram úr? Þau er ekki flókið. Það er svona svipað og þegar maður gagnrýnir síðaspilara þegar þeir eru að spila. Já, ég meina, ég hef keyrt bíl, sko. Já. Ég veit alveg hvað er að gera. Það er auðvitað að vera vitur utanfrá, skulum segja það. En HKR þarna opnar þessa lotu, búin að vera algjör sleggja í síðustu lotu Pressi fellur þarna. Og Ruflu er að fá félagskap hér ekki með putan á púlsunum þarna og Rauða er alveg fallið. Pabbo er í dónutunum hins vegar, gæti hjálpa til. Þetta ránd stendur og fellur með Pabbo akkurat núna, finnur hann Keidot, já, Keidot býst alls ekki við honum í donut, herðu, Pabbo, Snowy var að horfa allt annað.
Dörrsmókin kemur hérna út og Triple G, hann í eldlínunni akkurat núna. Kópas getur nýtt hennar smók hins vegar til að komast út, en Triple G með puttan á púlsinum og þá Mozart einn eftir, nær fyrsta, HKR nær honum í kjölfarið og 14-13 niðurstaðan og þá förum við og skiptum lið. Papu er að 30 bomba. Papu er að 30 bomba og miða við, já, og það hefði bara talist ansi gott í sko MR15. Já. Að þú ert með hérna, við erum ekki komnir þangað, það er ekki ennþá komið upp í round 16, þannig að hann er að já, sveifla langt yfir meðaltali og á hinni hliðinni HKR situr á 28 og Triple G situr á 28. Já. Þeir eru algjörlega búin að bera sitt lið og Papo búin að leiða lestina Kano megin og ég verð að segja það hlýtur að teljast ansi stórt fyrir Venus að taka 2 lótur í framlengingu á þeirri hlið sem að þeir stóðu sér verr á í venjulegum leiknum. Saman af því, en Papo heldur áfram. Bara dósa opnar. Já. Það eru 27 lótur búnar, hann er með 31 fellu. Það er ansi gott. Atjerrið upp úr öllu valdi. Hann er ekki með flassið í rampin, Mozart með fellu og Allameister og þetta lítur út fyrir að vera töluvert snirtilegra ránd heldur en eitthvað sem að Venus var að fleia í Kano þegar voru City megin. Hvað getur Snowy hérna? Hann ætti að hafa séð þennan smók koma. Það ætlar að kommitta inn á sætið eða hvað. Nei, alltaf að lengra og lengra. Ég er ánægður með þetta play, en spurning hvort að Pressi komist þetta fram hjá HKR, gerir það ekki og núna hljóta þeir að vita að A verði hittið, en sjáu þið þarna í öftustu línu, Papo, engin annar en Papo, situr í rauða, situr á CT og er að finna HKR hérna. Frakk á hann, Papo, 32 frögg, Papo-vaktinn er byrjuð og hérna sé bara Snjói halda þessari byssu og ekkert annað. Hann á ekkert erindi í þetta ránd. Hvað meinar þú? Hann getur alveg séð um þetta. Hann hefur ekki verið að eiga eitthvað svakalega leik. Nei, veistu, ég myndi segja kannski svona 1 af hverjum 10 leikjum þar sem að þið líður nógu vel til þess að einu sinni reyna þetta. Já. Þjór, ef ég væri með skorið hjá Triple G núna, þá myndi ég reyna. Sko eina spurningin sem ég ætla að henda þetta út er, getur hann samt ekki bara reynt? Og eina sem breytist þeir eru þó ekki með vappa í 3. rándi. Já, í rauninni, já. Það er breytan. Það er að hann situr náttúrulega á sko 6.950 og eftir að fá 1 ránd af pening. Þannig að meiri sig að þarna hefði hann getað keypt vappa og svo hefði einhver getað droppað honum M4 í síðustu lótur. Já, vissulega, já. Þá ég myndi aldrei sjá til dæmis 3v2 eitthvað að save skilur því að þú myndir alltaf reyna í það en vappi 1/4 já ég meina highlightið og þessi 0,0001% líkur að vinna það er alveg þessi virðið og pening já. Alveg góð pæling þetta er alltaf, þú veist það þurft að sittast niður með Excel-skjalið og fara aðeins betur yfir þetta en HKR reynir boostið í 5-unni finnur engan og þetta er hratt take á B frá Kano komni með bombuna niður á 15 sekúndur. Já, og komnir með rándið í hendi sér. Triple G allt í einu. 1 eftir, bomban komið niður. Nær þarna einum til að aðeins malda í móin. En það er ekki aftur séns í þetta. Þetta er kannski svolítið það sem við byggumst við frá þessu leik, fyrir leikinn. Hvernig er hann ennþá á lífi? Það er búið að spreyja bara 4-5 klippum í gegn, sko. Jæja. Bara hvernig eru þeir allir ennþá á lífi? Já. Triple G var búið með 2 klippar í gegn líka. Þá eru Kano komnir á map point, ekki match point. Nei, við eigum mögulega 2 leiki eftir, Tommy. Það er því líka veistlan sem við erum að horfa á hérna í kvöld. Kano Venus á Reykjavík International Games 2024. Allt í boði Elko, Lenovo Legion og ljósleiðarans. Nam. Hljóta var einhverjum útsölu í Elko. Ég er að kíkja. Já, maður. Kaupi eitthvað gúmmilaði. Gefa sjálfur mér að það í jólagjöf. Ég kam mér ekkert jólagjöf, sko. Nei. Það má alltaf kíkja í Elko og gera góðan díl. En þarna eru Kano bara, hey, við hlaupum inn á B í síðasta rándi, hlaupum hinum meginn á mappinu, beintir á A
og það er 5 á 5 í þessu bólplati. Já, við fáum allan eina veistlu 5 á 5. Þetta er allt stöffið sem er eftir á Kano. Já, þetta er bilun. Það er smókur núna fyrir kirkju, komast ekki þaðan. Þeir eiga 1 smók í viðbót voru að kasta honum fyrir CT. Eina sem er opið akkurat núna er Donut og þar eru 3 leikmenn að vinna sig í gegn. Triple G, HKR, Triple G finnur ekki fyrsta manninn hann upp á HKR geigar skotur með 2. En, já. Mollin er ákaflega góður. HKR er að stikka! Það fellur þarna, sprengjan er að springa, hvað er í gangi? Þeir finna hann ekki! Allimeister! Næra næstu! Allimeister! Þetta er gjörsamlega bilun af rándi. Hvað var ég að horfa á, Tommy? Við vorum að horfa á 5 á 5 retake á A-sætinu, bilun. Þetta var eins og að vera á Manju í gamla daga. Kallaði einhver í chati bara, herru, smókum allt og upp með hnífa. Já. Það var bara þvílíkur endir á þessari lotu og þvílíkt stikk. Á síðustu sekúndunni kemur diffusið í gegn og tryggir Venus annan hálfleik í framlengingu, 2 aðra hálfleik í framlengingu. Og, wow, sko, í alvörunni, þegar eitthvað svona gerist, maður bara býður það hnífakili kemur út. Ég bjóst ekki við því að myndu ná þessi diffusið með að við hvað voru marga byssur að skjóta þetta í einu. Þetta var eins tæft og það verður. Það er bara svolítið þannig. En núna erum við komin hérna í lotu 31. MR15 overtime. Nákvæmlega. Topaz, hann er að fara í entry hérna. Greita Tapo vel hérna. Stói! Sleppir línunni á akkurat röngum tíma. Bjóst ekki við því að þið myndu hlaupa ekki ennum mollan, þannig að hann með bústur á hælunum. Smókur er ekki sérstakur. En þetta er frábær spray frá Pressa og K-Dot einn eftir. Næn eins og ruflu til að gera þetta geranlegt. Æðir í rampinn. Topaz næstur í vörninni. Snirtir eitt hauskot og 16-15. Kano byrja að opna leika með einu rándi fyrir sig. Já, Pressi og Topaz að bera þessa lotu 3 fellur og 2 fellur á mann. 16-15 Kano í vil hérna. Töfratalan sem við leitum að sjálfsögðu er 19. 18, þá fyrir við overtime. En fyrsta liði til að ná 19 sigrar leikinn. Þvílík veistla hérna. Mollarnir eru góðir en P90. Það er bara frábært vopn í þessu, sérstaklega þegar Papo er fyrir aftæði bara í rífrakkinu. Nú er K-Dot að rótita alla leiðina í kirkju til að taka móti leikmönnum en þeir eru komnir út Donutinn. Hann er einn, aleinn og Mozart býður á línunni og nær frakkinu. Þá eru þið 3 og Mozart með annan, núna í gennum smók. Og þeir eru alls ekki hættir. Núna æða þeir bara í andlitið á Venus. Það er fátt sem að, kýtla góðu töðarna meira heldur en að ná einu góðu vappakili í gegnum smók. Já. Sérstaklega þegar þú ert að taka það á einhverjum 50 metrum hann það. Já. Það var rosalegt skot hjá Mozart. Þægilegt að finna tenginguna og þá er það sparið Venusmegin. Þetta séu 50 metrar. Sko, ég er mjög blindur á svona hluti. Og þú veist, þegar ég hljóp fyrst 100 metra í grunnskóla, djöfull var það ógeðslega langt. Já, núna veit ég ekki hvort þessi 50 metrar er ekki, veit ekki hversu hratt þessir karakterar í leiknum hlaupa. Vantar svona statistics líka sko upp á, þú veist, eins og í PUBG. Já. Þá sé maður bara, herru, þú feldir henni það með, þú veist, 90 metrum, hauskot, geggjað. Ég meina, það var alveg gaman að fá að vita aðeins meira sko fjarlægðir af fætum. Já. Ég held að fjarlægð sé einn af þessum hlutum sem að nýrri spilarar og verri spilarar eiga mjög erfitt með að taka inn í reikningin. Þú veist, það er mjög auðvelt að detti það að spreyja alltaf eða tappa alltaf. Já. En þarna fyrir að spila það svolítið eftir fjarlægð. Þannig að ég held að fjarlægða mælskar gera gott, en HKR opnar þarna fyrir Venus. Þarft frakk í opnunum á þessari lotu. Ó já, mjög þarft. Sérstaklega sem að Kano eru bara að hlaupa í andlitið á þeim og gera þeim lítið leik. Hvað gerðist þarna? Ha? Papo! Þú verður að ná þessu frakki! En HKR
Sko HK í pressu frá baki akkurat núna, mótsettur á leiðinni upp, en hann að spila þetta algjörlega frábærlega. Hann að horfa í rétta átt á réttum tíma, finnur þetta pressa í Cave og heldur áfram að pressa. En það Topaz sem tekur á mótunum og það 2 á 2. Sætið fallið og Kano að fara að setja bombuna niður. Það smók fyrir fjarka á 5. K-Dot fer inn í smókin í fjarkanum hins vegar. Og hann lætur vita vel af sér og mollaði niður í 20. Flassan í 5 sem gæti platað á örlítið, fritt frakka þarna og Topaz, hann situr á 18 HP, Triple G komin á bombuna, hann að fara að stikka, Topaz þarf að gera eitthvað í sínum málum, en finnur ekki frakkið, Venus með 1! Venus með 2 lótur í sér framleikingu í að stikka í smók. Þetta hlýtur að taka smá toll á andlegu hliðina Kano megin. Gæti verið, það bara spurning hvernig ætlar að tækla það. Váka, ógeðslega áhugavert þegar þú varst að tala fjallæðir. Ég var ekkert eðlilega mikið til að sjá bilið sem ég bestur að ná fellum. Þú veist, ég bestur í, þú veist, svona mid to close range. Þú veist, eitthvað metratal. Það náttúrulega líka þetta að segja þér sko hversu mikið þú ert að kompensata recoilið. Já. Því að ef þú ert geggjaður close range en ömurlegur long range, þá ert ekki að kompensata recoilið nóg á löngu færi. Þannig að það er value í þessum upplýsingum, myndi ég segja. Tvímælalaust. En allavega seinni hálfleikur í framlengingu númer 2 að hefjast hér. Já, einhvern veginn held ég að síðasta sem að leikmennir í þessum leik akkurat núna er að hugsa séu hversu langt í burtu hinir séu. Við erum að ná fellinu með Mozart nákvæmlega í þeim dúr. Nær skaða þarna á Rufflu, klára Snowy. Þannig að alveg mest lár eftir Mozart og Rufflu fellir Snowy. Sko, Venus búin að spila þessa stöðu með Vappa nokkur sinnum. Þeir eru ekki búin að finna neitt þarna. Alveg mest týndurinn í smók, reynir að finna áttina að rampinum og það virðist vera áttin sem þeir ætla að enda, en það vantar eitt leikmann inn í myndina. Já, pressi gerir vel hana, lokar öll að gressunum á A. Kalli kemur út á Venus, þeir sá okkur síðast A, við skulum fara B og núna eru þeir að vinna í því og þarna spottar Mozart, hreyfingu upp rampin en þeir algjörlega hunsa köpið. Og K-Dot einn eftir spotta Pappo þarna, snirtir skot á hann en hann að fara að mæta 3 CT-um og Mozart linnir þjáningar hans 18-16 Kano aftur komnir í map point en hafa núna 2 lotur til að loka því. Já, við erum smenn við þurfum að stikka 2 sinnum í smók þá fáum við OT3 en við skiptum, já sko ekki pósta mann upp á kössunum á ramp, please, Venus. Kano ekki búin að kíkja 5-una nema í svona 2 round af akkurat núna, 34 lótum. Já. Þannig að það var sóun. Þetta á hins vegar 100% rétt á sér. Þeir eru búin að vera aggressífir að fara upp í glugga og einmitt að kíkja út keifið, þannig að þetta á vel rétt á sér og sérstaklega að stikka í þessu bara. Já, bara sitja þarna áfram. Sjá hvað þeir vilja. Vilja þeir fá eitthvað info? En virðist ekki vera akkurat núna allavega. Bara ekki droppa fyrir það mínúta eftir. Ég meina á þess að vita að þá er enginn í miðjunni til að þeir fylgjast með þeim. Pressi að fara að kíkja akkurat núna. Sér engan, en þeir eru ómeðvitað mjög aðhefji hérna, svona miðað við oft áður. Pressi smókaður út núna. Var með línuna inn í dónutin. Það er spurning að hann hafa flassi yfir. Hérna kemur flassi, hann æðir út en Snowy með puttan á púlsinum. Veit þá að 3 þarna í miðjunni. Mollin kemur fyrir og Rufflu leitar á frakkinu á Xbox. Hann ætlar að hoppa þar upp á. Þetta er flott flikk. Allt of aggressíft þarna og A-sætið er fallið. Bombar að fara niður þarna og Pappo og Topaz, þeir gætu leitað af einhverju hér, eiga nægan pening. Stoppa plantið, tefja það allavega. 20 sekúndur eftir á klukkunni, Topaz, ætlar hann að reyna nákvæmlega það sama? Nei, hann þarf að býja til smóknum.
HKR rótetar í burtu en K-Dot sendir þetta í 18-17. Já, þau eru alltaf ekkert að leyfa okkur að slaka neitt á spennunni en það ekki búið að enda þetta ennþá. Venusmenn geta sendt okkur í 3. framlenginguna og það verður að slegast, Tommy, sko, þegar þú tekur 2 framlengingar, mögulega 3, mögulega fleiri í fyrsta leiknum í seríu, þá byrjar það að taka toll. Já. Og það ekkert lengri pása í næsta leika því þú endar að taka einhver nokkur OTs. Þannig að pressan að hægt og rólega að aukast. Já, stigmagnast. Á leikmenn í þessum leik. Stigmagnast með hverju framlengingunni og sérstaklega ef þú tapar leik sem þú búin að spila svona close, það svo sárt. Það eðlilega sárt. Presti spottar þarna allavega 1 leikmann og víst væntanlega við einhverjum fleirum þarna. Spreyjar lítið í gegn en lane controlið komið til Venus. Triple G, við fórum með hann bara staurblindar hann inn í alubínu, fekk gott flass á sig. En var hann með 167.000 kill á stattrackinu, ekki? Já. Það ógeðslega mikið. Riflu bakkar hann aftur inn, Mozart eins og opnar þetta með 2 í miðjunni, leitar að 3. en ekki of gráður. Bakkar hérna og Papo fellir Triple G og þá K-Dot og Snowy 1-2 eftir til að bjarga þessu. Mollin hins vegar góður en bomban hún situr eftir í glugganum. Þeir þurfa að ná í hana á 40 sekúndum og reyna væntanlega að koma sér inn á bíð og vonast til þess að K-Dot ná að halda einhverju rótiti hér. Rétt misti af honum! Tímasetning og Riflu, nei! Tímasetningarnar ekki að falla með Venus hérna. K-Dot aftur tímasettur, bakkar á hárréttri stundu og nær að ílengja örlítið í leiknum en hérna eru fáar sekundur eftir sem að Venus haldast inn í Ancient. Riflu býður á þetta, spreyið kemur og hann klára að leika 19-17. 19-17 samt, sko, þessi leikur var miklu jafnari heldur en bjóst við. Þetta er eitt skemmtilegasti leikur sem ég hef hort á í íslensku CS. Mér finnst það bara geggjaður. Mér finnst það allt. Ég hef hort á ógeðslega marga íslenska CS-leiki. Þetta var mjög mikið skemmtun og ég er mikill Ancient aðdáandi líka. Ég elska Ancient, þannig að mér finnst það spilast skemmtilega. Mér finnst þið sjá mjög dýnamíska frammistöðu frá báðum liðum. Þeir voru að kafa frekar djúpt í strattbókina. Við sáum ekkert mikið af því sama. Ég held að við til dæmis bara aldrei séð Kano taka sama stöffið sko tvisvar. Þú veist, nákvæmlega eins. Það var aldrei eitthvað bara, defaultum og midround rotate og löskum út A, skilur við, þú veist, þeir gerðu allt. Tóku kontakt út A, tóku kontakt út donut, þeir tóku mid control, tóku lane, fóru rampin, þeir fóru cave, bara geggju fjölbreytni og vel spila og þeir þurftu að taka á því að því að Venus megin, þeir voru bara að finna skotin, finna fætana, Triple G, HKR, algjörlega geggjaðir, haldandi liðinu sinni inn í þessu og ég er sjúklega spenntur fyrir Nuke eftir þetta. Ég er mjög spenntur. Svo bara hvað Venus geta komið með að borðinu þar. Og ef við vindum okkur að Nuke bara eftir smástund og pælum bara örlítið í frammistöðunni sem var að halda Kano bara inn í þessum leik framan af Papo. Hann var bara ástæðan fyrir að þeir voru inn í þessum leik. Bara, já, þú veist, þú talar það að stíga upp. Hann steig upp 3 í þessum leik, skilur, þú veist, bara 3-falt. Já. Ég hefði ekki tippað á það fyrir leik að Papo myndi koma hvar endaði. Hann var með 34 frögg eða eitthvað. Já, eitthvað svoleiðis. Það var ekki á bingospjaldinu mínu. Hann spilaði frábæran leik. Hann var að finna mikið á opnunum. Náttúrulega þegar hann tekur 2 þarna í gegnum smoke í sko 4 kúlum. Já. Algjörlega ruglað, vinnur bara þá lotu. Þannig að þegar þeim vantaði ógeðslega mikið lotu. Nákvæmlega. Og bara, þú veist, ef þú ætlar að hendi með spurningunni núna, hver er MVP? Það er Papo. það kemur eftir seríuna alla, en þessum leik var það Papo. Já, þegar við lítum síðan yfir alla seríuna þá er allan að Papo komin á blaðið akkur núna. Það skrifa nafnið hans niður. Já, Papo. Já, en það er Nuke eftir að spilast og mögulega Mirage. Það er spurning hvernig Venus ætla að koma tilbaka. Þetta er sálræn sigur hjá Kano, ekki fara langt. Nuke kemur til smástund.
Is he switching lanes? Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Velkomin aftur, hörku rimma sem að var að ljúka hérna í Ancient og já, við ætlum að halda okkur við efni, við ætlum að fara beint yfir í Nuke. Ég er að feivura Venus hérna eins og ég talaði um fyrir. Já, meðan við spilamennskuna sem við sýndu okkur, mér fannst þeir, eins og ég sagði við henni í pásunni, mér fannst þeir eins og þeir hafði orðið smá þreyttir undir lokin, alltaf languleikur og allt það. Og mér fannst það bara gera þennan litla mun sem var á liðunum akkurat nú til þess að Kano myndi taka þetta. Ég bara vil meina að þetta hefði getað fallið í hvora áttina. En bara vantaði aðeins upp á Venus þarna. Býst við því að þessu betri á sínu mappiki.
þannig að já, ég er með þér, ég myndi tippa á að Venus taki þennan leik. Og við endum þá í Miraz. Sko, ég ætla að bakka þetta eins upp með því að segja, sko, Snowy átti lélegan leik með við Snowy. Triple G og HKR, þeir voru aðeins að overperforma, finnst mér. Triple G hins vegar alveg verulega góður einstaklingur bara svona á þessu mælikvarða og svona fyrsta verðum að ræða þetta. Það eru komin úrslit úr hinum 3 leikinum. Þeir fóru 2-0 fyrir Dusty, 2-0 fyrir Vega og 2-0 fyrir Saga. Við erum ekki komnir í map 2 í okkar leik. Nei, það sem þú ert að segja það að við völdum hárrétta seríu til þess að vera að fylgjast með enda virkilega skemmtilegu fyrsta leikur. Ég býst við flugveldasýningu í leik nr. 2. Já, ég býst 100% við því. Annar punktur sem langar að koma inn á Papo, hann á ekki annan svona leik. Það er bara því miður, þú veist, hérna þurfa þær að leita til Mozart, meira til pressa, þú veist, ég er ekki að tala hann er að fara að enda með 5 frögg, en 32 frögg í Nuke, það er helvíti stórt ask. Það myndi vera risavaxið og það þyrfti líka, sko, minnst Nuke spilast aðeins meira, þú færð fröggin þar sem pressan kemur, á meðan að þú getur kannski fundið fleiri frögg á einsend, bara með því að vera smá fljótandi, aðeins harðari rotate á Nuke, þannig að ég held að það sé bara erfitt yfir höfuð að pósta svona leik, hvort sem hann sé að standa sig jafnvel eða ekki, bara upp á statana. En ég veit það ekki maður, hann var bara eitthvað svo krisp í mjög mikið af þessum fætum og bara ef hann næri að halda því áfram þó það sé ekki nema sko á 50%, 70% trakki, að þá held ég hann sé að fara að gera Venusmönnum lífið erfitt. Já, það verður að segjast. Annar leikmaður sem að ég highlightaði sem svona dálítið underperforming kom svona fyrst á sjónarsviðið með Fylki, síðan fyrir 2 tímabilum þá var hann með IBVF og kemur síðan inn í þetta Venuslið. Það er K-Dot. K-Dot rífið á hann vappan og hann settur riffil, svo sem örgulega bara fínt fyrir hann var svo sem ekki svaka vappi, en ég býst við að leikmaður með þessa reynslu á þessu hæðsta leveli, hann ætti að plumma sig ágætlega í leikjum þessum, en við sáum aldrei þessa reynslu koma inn, hann var aldrei vesenni. Já, og mér fannst bara, ég veit ekki hvort það hefur bara verið hvernig leikurinn spilaðist eða hvað það var, mér fannst vera ekki eins mikið af svona reynsluboltaplayum, þú veist, í gegnum leikinn. Mér fannst það fyrst og fremst sína sig sko í því hvernig Triple G var að taka map control af A-inu. Það fannst mér vera svona reynslubolta move, skilur. Ég veit að ég get lurkað A-main og verið svona þokkalega góð með það, en mér fannst það eins og segir, ég sá það ekki eins mikið út úr K-Dot og fleiri af þessum gæjum. En Nuke er náttúrulega eitt af þessum möppum. Þetta rótgróna, gamalgróna map, allir sem hafa spilað Counter-Strike og spilað fullt af Nuke. Það eru margir mörg skemmtilegir rotate sem við getum tekið til þess að koma í mismunandi stöður og svona, og ég býst við fleiri svona reynsluboltaplayum í þessum leik, þú veist, og jafnvel fleiri svona upset rounds, skilur, 2-3, 2-4 jafnvel að falla með þeim sem eru undirmannaðir. Já, það er bara ákaflega líklegt og annað sem við sáum alveg töluvert af, það er þetta double vappa setup sem kom frá þeim. Ég býst því að þessum ekki að fara að sjá jafn mikið af þeim og jafnvel ekkit endilega vappa. Nei, bara double vappa innitek, það væri eitthvað, en takmörkuð tækifæri fyrir vappan á Nuke. Þú getur eiginlega bara að spila hann úti eða á rampinum, svona almennilega. Já. Getur alveg spila hann eitthvað úr main eða, þú veist, en þú ert ekkert að posta upp vappa bak við silo, skilur þú veist, bara hvað ætlar að gera og fara alltaf inn í 3 mökkur í andlitið. Já. Getur ekki gert neitt. Þannig að hvar sem að vappin endar á að vera, ég myndi búast við að sjá eitthvað mix af úti og rampur og aldrei meira heldur en neitt. Hvernig það var að sjá svona vera one to watch í sikuru liðinu? Við erum nú búin að sjá heilan leik spilast fyrir sig, leikmennir eru heitir, það er næstu 1,5 leikur spilaður, þannig að hver eru svona one to watch hjá þér núna í þessu Nuke? Ok, sko, ég er með Mozart Kano main. Hann var ekki með impacti sem ég hefði viljað sjá í einsend, þó þeir hafi á endanum tekið mappið, svolítið beilaður út af Papo og þetta. Ég held að Nuke sé frábært mapp hjá honum og ég held að hann geti sérstaklega ef að vappin fer í play og fer á hreyfingu og hann er skipt á milli þess að vera úti, kannski main með línu í squeaky,
jafnvel að spila hann upp úr Secret og svo á rampinum, bara svona vera hreyfanlegur, þá held ég að hann geti verið steinn í skónum fyrir Venus. Snákur í stífilinu. Snákur í stífilinu. Og Venus megin þá ég að horfa á Snowy, eins og þú segir. Mér finnst hann eiga stóran leik inni. Hann góður frakkari og góður spilari, og ef þú ert góður spilari á Íslandi þá áttu oft ansi mikið af góðum playum á núk og núna býst ég við því að Snowy sé að fara í sitt persónulega skjalasafn og fara í gegnum öll playin og bara hvernig ætla ég að sýna að ég var rétt múvin í þetta lið í þessum leik. Já, ég meina það er alveg stórt ask út af því að þetta var svona blockbuster movið fyrir svona lægri partin af töflunni þar sem að hann var svona one man carry fyrir lið sem að var ekkert sérstakt í deildinni, það verður bara að segjast og kemur inn í þetta lið klárt firepower upgrade fyrir til dæmis hann kemur inn fyrir ruflu í raun og veru og þannig að það verður gaman að sjá. Við sáum hann samt í Ancient dálítið overextenda, þú kommentar á til dæmis vappanum þegar hann var í bróki, við sáum það þegar Triple G var komið með alubíð, það enginn hér, þá byrjar hann að púsa niður B-rampin, þetta svona, þú veist, dálítið overaggression en það gæti hentað örlítið meira í núk. Er það ekki líka bara, þú veist, hugsaði bara frá andlið hliðinni, skilur við, þú ert komin inn, þú ert að replacea frakkerinn, skilur við, það eru háar væntingar að þér, þú ert að spila leikinn, þið eru aðeins undir og þú ert ekki að standa þig. Þú veist, hver eru viðbröðin þín þarna ef þú ert spilarið sem trúir mjög mikið á þig? Þú fer að leita tækifærum. Og mér finnst þess að hann hafi kannski dottið aðeins í þá gildru, skilur við, þú veist, hann var að leita tækifærum til þess að hafa áhrif þegar að hann kannski þurfti ekkert endilega að hafa áhrif. Og mér finnst þetta vera svona ákveðin gildra fyrir margar af þessum stjörnum og mér finnst við hafa séð allar stjörnunar í CS-senunni falla í þessa gildru á einum tímapunkti eða öðrum, hvort sem það sé Simple eða Nico eða Monesi eða þú veist einhver annar, þeir hafa farið í þetta og þetta til dæmis eina ástæðan fyrir því ég held að Sæfu choki seint í mótum. Þú veist, hann fer of mikið að leita, hann reynir of mikið af því að það er sett pressa á þig að þú þarft að gera þetta og svo allt í einu bara, við erum hérna að tapa, þetta er ekki alveg að ganga nú vel, núna verð ég að gera mitt, skilur, núna verð ég hvað ætla ég að gera, ég er búin að halda þessa línu, það er enginn að koma ég ætla að sjá hvað ég ná ekki pekki hérna og það er það sem býr til aðstæðurnar þar sem að þú platast út í þessi mistök og það er svolítið það sem ég held að Snowy hafi verið að lenda í þannig að ef að þeir lenda á núk ná yfirhöndinni að þá held ég að við séum bara að fara að sjá Páll rólegan Snowy sem ekki að fara að overextenda en gæti verið þá að hann falli aftur í þessa gildru ef þeir lenda á afturfættunum eins og þeir gerði Ancient. Og náttúrulega hinum einn, Mozart, þetta er leikmaður sem við tölum oft sérstaklega í deildinni þá var þetta leikmaður sem fannst ótrúlega þægilegt og gaman að búa til bara svona play fyrir sjálfum sig. Náttúrulega bara face it stjarna, finnst gaman að vinna í rauninni einn og hann fékk náttúrulega lið í kringu sig fyrir 2 tímabilum og aftur núna á seinasta tímabili og þarna sáum hann aðeins þróast inn í hann lið CS en það er aldrei búið að lemja úr honum sem er gott þetta playmaking faktor með vappan sem að þarf sáum það svona á seinni partinum af Ancient þegar hann fékk að nýta vappan sinn og erum með þrönga línur og við sáum frábær viðbragðsskot þarna á nokkrum tímapunktum gæti séð það núna til dæmis að Mozart pikki vappan 10 og CT megin grensi upp ískurhurina og leiti að viðbingunni eða pussi jafnvel í radio frá CT-setinu og svo framvegis. Þetta er svona play sem að ég sé hann ótrúlega mikið verið að taka. Jafnvel fara niður í Secretið og nýta vappan þar. Þannig að, þú veist, eitt af því sem þú minnist á þarna er það sem ég myndi klassa sem reynsluboltaplay sem að þú veist, að pusha radio þegar að það er presence til dæmis úti eða, þú veist, og þú ert að leita þér að upplýsingum lobbyið. Mér finnst það allt og sjaldan gert þegar þú ert farin á lægri stíginn og það er svolítið sem ég myndi búast við frá honum, sérstaklega hann með þetta öryggi á vappanum. Ég held líka bara, þú veist, eins og þú segir, hann þarf að búa til þessi plays og fyrst við erum að tala um vappa og við erum að hugsa hvaða vappar eru góðir, hvaða leikir eru góðir og ákvarðast af vappanum, þá hugsa ég alltaf aftur í Simple sem að er bara hann fullkomnaði gamla kalla vappan þar sem hún þarf ekki að spá í flikkunum bara, þú veist, taktíkin er ég fer úr þessari línu, í þessari línu, í þessari línu, í þessari línu og bara ef að þeir eru að taka þetta play þá er ég að fara að fá öll frökin og það er það sem ég vil sjá frá Mozart núna ég vil sjá hann vera að posta hann upp á réttum tíma og réttum stað og lesa Venus svolítið. Annað sem hann alltaf kemur inn á og við ræddum örlítið fyrir leikinn
Venus er með hennar dedicated in-game leader og sem er með svörin þegar timeoutin eru tekin, það getur talið inn peningin, sagt mönnum hvað að kaupa og svo framvegis á meðan eins og við tölum með Kano. Það engin in-game leader. Með fullri virðingu, þú þarft að vera öðruvísi persónuleiki til að vera in-game leader og þú grípur það ekki bara úr hatti þér að taka þetta að þér í einu riggmóti. Þú verður að hafa reynsluna í því og ég sé engan í þessu Kano-liði, þannig að hérna verða þetta að vera með skriðþungan með sér. Já, ég held að það bara eins og við rættum áður en að serían hófst. Þú veist, að þetta gæti verið þeim að falli þegar það kemur að Nuke. Svona akkurat þessi harðari rotate og þessi köll. Og það bara fáum að sjá núna hversu vel rattirnar heyrast inn í komsónum hjá Kano og hvort þeir sé að ná að leysa úr þessari samskiptaflækju eða hvað gerist. Nákvæmlega, allavega fyrsta kontaði komið hérna úti, K-Dot sendur út með P250, hann fær P250 örlítið takkar þetta niður og restin á að sækja rampin í kjölfara á því. K-Dot á bara að finna fight og finna fellu og reynir að gera það hér en gengur eitthvað ansi brasalega á. Þannig kemur hún Rufflu, dual Berettas, þetta gæti verið blóðugt. Sjáu þið samt Agan hérna Kano megin að vera ekki búin að hreyfa svo possum. Mozart finnur 2 á bara eina kúlu eftir, það ekki nóg til að finna HKR fellir Mozart þarna og það 3 á 2. Topaz takkaður hérna úr íþrótta og áhugavert að þið stoppu og taka fætin, hugsa sér tvisvar og átta sig á því að það bara sniðugt að bruna niður og þarna einangraði Triple G 2 á 1 en HKR kemur í treytið, Topaz fellur þarna og núna HKR að flýja. Pressi sér hann samt þarna og hann veit að það maður að koma í bak hratt, þannig að hann þarf að setja pressuna hratt en HKR aðeins og stór biti og Venus finna pistol í fyrirháleik. Pistol í fyrirháleik og þeir unnu bæði pistolin í seinasta leik líka. Þannig að þeir eru á pistol eldi. Já. Ég vil meina að, sko, það mjög sjaldgæft að vinna bæði pistol og tapa leiknum síðan. Töpuðu náttúrulega í overtime í seinasta leik í 1 cent. Spurning hvort það haldi það kannski þýðir skilur þú veist að hlutinni voru ekki alveg eins close þú veist manni leið þegar maður horfði á leikinn af því að þeir fengu þessi 2 pistol og roundir eftir því en hratt play hérna hjá Venus þetta greinilega eitthvað sem þeir eru búin að æfa Triple G komið niður það búið að molla vendið og þeir eru búin að ná rampinu líka þetta óþægileg staða. Já, hver þetta sem búin að hörfa þarna niður Rufflu hann búin að fara allaveg niður, finnur samt mannin en býst ekki við því Allimæster sem kominn bara niður og inn í Toxic og þá það Pressi sem einangraður Allimæster með 2 frögg þarna og bombaði fyrir niður. Og hérna bara spurningu hvort það bara bakka og halda því að það allt annað að ríteka þetta sæt heldur en allt annað. Snúkurinn eins og að feilar, Topaz nær fragginu, 3-3 akkurat núna. Hvernig fer næsta fragg? Fer til Venus eða fer til Kano fyrir að leita K-Dot inn í single, nær einum en treyta tilbaka. Ekkert kitti staður og Papo allt í hennu 1 eftir á móti 1. HKR spilar þetta rólega en finnur felluna að lokum 2-0. Þægileg fórusta. Já, ég held að Kano menn geti verið ansi sáttir með sig þarna. Við sjáum peningin hjá Venus, ekki góðum málum, 3500, 3300. Þetta valla nóg til þess að allir séu með AK og Armor og sjáum að 1 Galil koma inn. Ekki fullt stöff en samt, jú, eitthvað. Þeir hefðu viljað lifa fleiri, við skulum segja það. Og Kano, myndi ég segja, með þessari lotu leggja svolítið grunninn að því að leyfa Venus ekki að hlaupa í burtu meðan hálfleik. Já, það er nákvæmlega þannig. Þetta bara damage control eins og maður kallar það á ensku. En ég alltaf að sletta á enskunni. Besta fæði mitt í grunnskóla og svona. Það bara þannig. Skaðaminnkun. Skaðastjórnun. Þetta skaðaminnkun hérna hjá Kano. K-Dot alltaf byrjar örlítið betur í þessum leik. Fekk tröstið að fá P250 og kíkja úti. Pressi eins og segir. Búm. Næ. Þarna þarf fyrsta skotið að hitta. Það er nákvæmlega þannig. En Rufflu, hann á séns hér. Nei. Hann siglar aðeins of djúft. Hann var að stilla upp í prífærið inn í vendingum síns. Fundinn, hann Mozart og Topaz fellur í kjölfara á því. Það er 3-0.
kannski ekki þægilegasta 3-0 sem ég hef séð. Second roundið mjög tæft, en þeir fara inn með góðan pening hérna í þetta innan gæsalappa bónusround, bara 1 galil hjá þeim. Já, mjög stórt að missa ekki mann í þessari lótu eftir að hafa mist 4 í lótu 2. Og núna fáum við kaupið frá Kano og Mappi á Mozart. Spurning hvert þeir senda hann núna, hvort hann fari beint út eða hvort þeir reyni að hreyfa eitthvað við þessu. Það er hrattinn og Mozart fer ekki í viðbygginguna. Pressi búin að finna snó í. Og stakk á rampinum að ná bombunni. Vel spilað, snirtilega tekið á móti þessum mönnum á rampinum. Núna er Triple G ofan í ventinu eftir að fara í gennum ískur og það er ekkert rosalega mikið annað að gerast á mappinu. Hann er 1 eftir í þokkabót með galilinu í höndunum og hérna getur hann búist við 1 fraggi eða 2. Laga skorið sitt. Ef hann er heppinn. HKR situr á 7-1. Sá er búin að impressa. Dress to impress, segi ég alltaf. Já, HKR er búin að vera virkilega flottur í báðum þessum leikjum og Triple G lítur hann undan á vitlausum tíma, pressi, fellir hann og Kano tekur fyrstu lótuna sína, fyrsta kaupið og fyrsti sigurinn í þessum leik. Fínt að byrja á jákvæðum punkti hérna strax í fyrsta kauprándi hérna. Tactical timeout tekið strax af Venus, Triple G og hans menn örlítið að ræna síðan á milli hvernig þið geta framkvæmt þetta. Óvenjulegt samt sem áður að, samt ekki, því að þið taka ventdroppið, þá leið rotate yfir rampin hjá Kano sem segir gott rotate, bara virkilega vel lesið í leikinn, en óvenjulegt að mæta þarna 2, en bara lesin flétta hjá Venus. Já, ef að Kano eru svona góðir í þessum hálfleik að lesa í það sem Venus ætlar að gera, þá myndi ég segja að þeir eigi betri séns heldur en ef að þeir eru bara svolítið að einhverju slembileik. Og það er svolítið það sem við þurfum að sjá, af því að eins og þú segir, þeir eru ekki með fastan in-game leader, þeir eru kannski ekki með einhverja eina mannsku til þess að kalla þetta. Þeir eru að reiða sig á það að Mozart til dæmis segir núna bara, ok, strákar, ég ætla að fara rampinn þetta ránd og hann finnur eitthvað. Þannig að en núna veit Venus, þeir ætti að vita að það er vappi í spilinu, þeir ætti að búast við fullu kaupi og AK-um frá Kano og spurning hvað við sjáum koma upp úr stílabókinni núna. AK-kaup og það er alveg gott magn af utili. 3 leikmenn á leiðinni út. Defense-smókarnir og Papo, hann situr í reyn. Það eru 4 úti. Já, innanhalda lobbyinu, engin Kano að leita í lobbyinu. Get ég wallbangað það sem Papo stendur akkurat núna frá Silo með vappa? Ég veist það, einhvern veginn. Það gæti verið. Það væri sick, sko. Það væri bilun, sko. En það er engin vitneskja akkurat núna hvar Venus er fyrir en núna. Rufflur hins vegar búin að róta þetta niður, þannig að þeir eru búin að giska rétt allavega. Papo, hann er tekinn algjörlega í bakaríið. 2 hauskot og hann er fallinn. Núna hvílir þessi lota á herðum Rufflu. Já. Það er bara þannig, ef hann finnur 2, jafnvel 3, þá er þetta gerlegt, annars verður þetta næstum ómögulegt. B-sætið á núk erfiður sæt að ríteka. K-Dot býður átækt að opna hérna single. Topaz nær snjói hins vegar. Jafnar í liðið með pressi. Finnur Almeister líka. K-Dot samt snöggur á gikkina á móti Rufflu. Og 3 á 3 þegar að bomba finniður. Allir ekki tíð. Einn aftan á sælunu, það er HKR. Pressi æðir hérna út catwalkið. Gerir góðan skada á Triple G. Topaz fellir HKR en Triple G, hann þarf að fela sig inn í control, fallinn. 1 leikmaður eftir inn í single. Þeir eiga flush. En vita núna nákvæmlega hvað hann er niður kominn. K-Dot getur þetta unni fyrir kaupinu sínu. Vappin heldur línunni, klikkar á skotinu. En
Það er Topaz sem fyllir í skarðið og aftengir sprengjuna. Það var svo auðvelt fyrir hlutina að fara í rugl fyrir Kano þarna með Topaz að stikka deffið. Hann þarf að vera með hausinn skrúaðan rétt á og vel vakandi leið og hann tekur eftir því að Mozart viffar vappaskotinu að þá þurft hann að stíga inn og gerir það vel, lokar þessari lotu og þá sjáum við þvílíka sveiflu. Venus bara sem að fyrir einu rándi litu ansi vel út, þokkalega þægilegu peningur og þeir eru bara komnir í mökkur. Hvað er þetta? MP5 að þarna? Oj! Gott jútil hérna en missa fröggunum, Pressi. Finnur bara einn. Já, ná bara einum í öllu þessu teiki. Þá kemur reykurinn Mozart, rosalegt skot úr heaven á HKR þarna í gegnum reykinn. Geta beðið eftir smókinu núna fyrir eiga grensu, annars smókur hins vegar. Það eru Kit, þeir eiga ekki að örvænta í þessari stöðu en þetta er farið að vera óþægilegt, sérstaklega þegar þeir þurfa að finna 3 leikmenn. Já, vita triple C þannig að hann fellur. Rufflu tekur hann og Mozart er núna á leiðinni út í heaven. Dettur niður! Hvað er á seiði? En Allimeister með 3 fellur til þess að loka þessu fyrir Venus. Þvílíkt skot sem þetta var, en það var ekki nóg. Þetta hefði verið eitt bilasta play sem ég hef séð á ævi minni. Mozart reyna að skrifa ykkur að sinfoníur hérna en fail nota og einn Allimeister stendur í vegi fyrir því að hún komi út nógu vel og það er þá 4-2 Venus í vil. Vá, þetta var bilaskot. Maður. Þetta er ekki hægt, þetta má ekki. Hann var nýbúinn að taka leikmenni gegnum bara smók, sko. Það var bara fáralegt skot líka, sko. Það hefði verið bara play of Rick, sko. Ég held að HKR hafi verið að píka í gegn hérna frá Tetris. Snúi séður inn í gula Rufflu, hann er að fara að lenda í vesinni. Já, það er MP9 og XM hérna á liði Kano. Rufflu ekki með pisluna á einhverjum tíma. Swingast það, finnur einn, finnur ekki annan. Það er 2 fyrir 1 þarna, Venus mönnum í vil. Gerir góðan skaða á hérna, rótita er niður. Nákvæmlega sama og Kano er að gera akkurat núna. Pressi þarf hins vegar að vera stór hér en það er leikmann úr bakið. Keito tjáan. Búast mögulega ekki að hann hér, nei. Pressi finnur einn. Pabo. Nú þarf kontatið að koma frá honum. Gerir eitthvað skaða í eyrað á leikmannum. Bomba ekki ennþá farið niður. Þeir vilja taka pressa úr myndinni fyrst en hann verður að bíða eftir Pabo hér. Fyrst í fallin og þá er einn. Báðir fallir hérna. Pabo með einn og Pressi með einn og þvílíkt. Mjög fallega spilað. Hjá Kano þarna. Mjög fallega spilað. Vissi að þeir myndu þurfa að fá Pabo nær. Pressi að sjálfsögðu vinnu bara dúelið sitt sem er ákaflega gott en þeir voru ekkert að pæla í þessum öðrum leikmanni hvað hann var að koma. Það var augljóst að Pressi var að bíða eftir einhverjum. Já, þetta var sársökafullt, skulum við segja það. Já, engin bomba líka farið niður, þeir vildi ekki taka sjensin á meðan Pressi var þarna í kontról, gæti gert eitthvað skaða og voru með enga vitneski hvað að gerast singul, einn að glápa á það. Er þetta ekki bara annað dæmi það að þú mátt ekki missa frumkvæðið? Þú veist, þú mátt ekki missa pressuna í mörgum af þessum aðstæðum. Bara hönda hann inn í kontról, sjá hvað er að gerast. Þeir eru 3 á sætinum. Það hlýtur einn að geta þósplanta bombunni og hinir 2 að leita kontakt. Já, þá verður að fá eitthvað svar eða fá bara frítt plant. Já. En núna eru Venus á diglum og einu skát. Pabo fellir triple G þarna. Það er vel að halda lífi hér. 69 HP, 1 takt með skát, ætti að fella hann. En Rufflu, hann nennir ekki að bíða lengur. Hann ætla bara að sækja þessi frögg og MP9 hittir í haus og þarna sjáum við ragdoll-effektin. Pressi, hann er komin hérna lengst fremst. 1 fragg komið. Það er fríðast sem ég séð. En Hói, já, gerir vel þarna að venda félagsinn Keito aðeins og setna skotinu. En núna er Rufflu að leita Snowy.
býst við honum upp á þakki, finnur hann þar og Kano jafnar leikinn 4-4. Eitt gunround búið að fara til Venus, pistolið og anti-ecoin búið að fara til Venus fyrir ekki á Kano kom með 4 gunround núna. Eitt anti-eco reyndar sem russuð inn með mökkur, þannig að aðeins meiri vægi í þessum Kano-rondum aftur svipað og það sem að gerði þessi Ancient að vinna þessu erfiðu gunround. Já, setja Venus hérna á algjört spar, það eru bara glokkur, það er 1 flass. Stefnan virðist vera sett út, sko ég fíla það, mér finnst mjög gaman að fara út á glokkum. Já. Jafnvel bara, þú veist, allir droppa main, eitthvað svona dót. En Habbo, þú sagðir að hann gæti ekki droppa 30 aftur, hann er að leita ace-inu, færðast samt ekki í pressi. Segir, herði, það er bara of mikli tekjumöguleikar með þessa X sem ég hendi, þannig að ég ætla að fá að taka þennan kallið minn. 1 fyrir mig, 4 fyrir þig. Þetta er sanngjarnt trade í mínum bókum allavega. Pressi að stíga upp í þessum leik, 12-6 á skorbortinu. Mozart á vappanum, rufflu, MP9 aftur á rampinum. Hann er að safna pening. En sko, Venus, ef að Venus taka 1-2 ránd í viðbót, þá bara held ég þeir geti verið þokkalega sáttið með hálfleikin. Já. Þannig að við búumst við þeim sterkari snýtteimin á pikkinu sínu, sérstaklega á núk. Þannig að hvernig ætla þeir að finna þessa lotur? Komum við HKR á vappan og 4 AK. Veistu, Óli, ég væri bara mjög sáttur með 5 ránd sem þær. Ég bara væri það. Já. Sjálfsög mjög gráðugur og hálfgeður spilafíkill, þannig ég myndi örugglega spila upp á það, en Habbo hérna í bardaga á móti K-Dot. og þetta var FPS drop, strákar. Vita allan að hvað hann er niður kominn og hann er skítlár, það er að fá hjálp hérna, en press í viðbyggingunni, ábyggilega ekki að fara að gera rosalega mikið með þessa XM, en það er aldrei að vita. Þeir eru ekki komnir í secretið, þeir eru ekki komnir með í rauninni neina framalega fasteign, og þurfa að gera eitthvað í sínum málum. Mozart að rótita með sig burtu frá heaveninu, Triple G komið niður í secret og það er rufflu í vörninni þá með MP9-na. Það að spila hana close range í double door, en þeir ætla upp. Áhugavert. Og bara mjög skemmtilegt kall, vil ég meina. Lokaðu vendinu. Við dríkt á E og lokaði. Já. Það er ekki margir sem vita það. Nei, sko ég vissi það ekki fyrir bara löngu seinna. En það Hvað er á steini? Skiptir í AK-in, K-Dot út gula, fellur hann loksins. Og HKR, býtu hvað gerðist þarna? Það fjallu 6 leikmenn á 4 sekúndum. Smokey feilar, fær sjensana. Þetta er ekki hægt! Triple G að spreyja úr AK-num úr vendinu. Alveg klikkar þessu. Þetta er ekki hægt! Geggja skot þarna hjá Mozart líka til þess að finna sinn mann og algjörlega jarða þessa lotu. En vá hvað hlutinir gerðist hratt þarna, Tommy. Topaz bara stjarnan þarna á A-sætinu. 3K bjargaðum. Þetta er bara, sko, tvöfaldafið hlýtur að hafa hætt að virka þarna í hálfa sekundu hjá Triple G. Hjá hann svo lengi að koma sér inn í hann fight. Topaz nær að spreyja niður 2 og transfera síðan og taka hann út. Og þetta setur Venus aftur í spar, eða deglur allavega. Rufflu ætlar að fá flassið hérna inn í radio og þá ætlaði 2 í hann. Alveg. White-swingan, vilt spray og HKR fær rífrækið. Þetta er frýr AK og Triple G kom með Papo. Vel geranlegt ránd núna. Já, og ég bara... Gamala. Ó nei, Triple G með annan. Vappi, AK og M4 komið hérna. Triple G samt fundin, pressi upp á sæl og þarna droppar. Og þá ættu þeir að vita allavega annan þeirra. Og geggja skot hjá K-Dot. Vita hvað hann er niður kominn og Snowy að koma upp stigar. Þetta er bara masterclass. Kannski ekki kallað, en þeir skutu vel frá sér þarna. Þetta deglur myndi mig bara á hafið 2019. Ég væri furious ef ég væri í herbúðum Kano núna.
Þetta var, lota sem átti ekki að falla Venus megin, allavega ekki út frá efnahagsreikningunum inn í þessa lotu. En núna koma 2 vappar, ég sagði að við myndum ekki sjá það, en þeim finnst mjög gaman að sýna að ég veit ekki neitt. Þannig að Mozart kom inn á rauða, byrjar að pósta upp, en þeir búast við honum og Grenan tekur 20 af honum. Það ætlar ekki að hreyfa sig í nánustu framtíð. Það er að halda þessari línu, verið segja. Frábært skot þarna en Snúi nær Papo niður og þá er Mozart. Hann er dálítið einn í heiminum hér, gæti nýtt smókana hér til að koma sér aðeins í burtu. Það er einn upp á Silo en hann kemst óséður inn í viðbygginguna aftur. Þetta er stórt fyrir hann en hann þarf að gera eitthvað með þennan vappa akkurat núna og þeir að róta þetta allir upp. Vendið er óbrotið. Eru þeir bara gambúlstakka eða? Já. Gambúlstakk uppi, það er oftar en ekki sem að hlutnir enda uppi, komin ofan í vendi núna sem er að halda Secret ganginum, rufflu með Triple G, búast einhverjum ramp en engin að koma þaðan, býst við að komi inn í gula núna, Topaz þarf að eiga eitthvað spraydown þar en þetta er mjög þægilegt að klíra út þetta spike vent. Rufflu að koma með vappan hér, Topaz með fyrsta. Einn finnur 2. Finnur ekki 3. en Snowy er að fara í plantið. Býst ekki við Rufflu þarna. Skítur skotinu sínu, droppa niður. Þetta leifir Mozart að koma upp og no-zoom á Snowy því að hann ætlaði klárlega að fara í ventið þarna. Já, þetta var skemmtilegt. Bara, ég ætla að gefa Rufflu props fyrir að reyna þetta skot. Já, ég hefði ekki reynt í það. Nei. Persónulega hef ég ekki gert það, en endar mjög vel fyrir hann. Hann tekur aðteklina þarna, fríar Mozart til þess að koma upp úr ventinu, við getum allan ekki sakað Rufflu að vera ekki bjart síðan. Það er bara þannig. Hann er með sólgleru akkurat núna, hávetur kvöld, býsti sól. Kano, það væri ákaflega gott fyrir á hér að krækja fyrsta pistoli sitt. Myndi væntanlega að setja á langleiðina í 10. rándi sitt en byrja vel. Pressi, opnar Topaz með næsta og rótiti komið upp og það er Snowy. Topaz jafnar hann við jörðu. Topaz búinn að vera að stíga upp í þessum leik. 12-8. Og lokar þessu á Allameister, hann Mozart og þar að leiðandi 8-5. Góð byrjun hérna í síðari hálfleik fyrir Kano og Antíkóið. Já. Fyrsta pistolrándi hefði ekki getað komið á betri tíma. Það er á þessum tímabúti sem við þurfa á því að halda. Ákveða að kaupa ekki inn í þetta og eiga þá 4-2-4-4 kaupið í næsta rándi. Sem er eitt leiðilegasta Counter-Strike ránd til að spila. En æfa inn. Sjáðu Venus. Þetta er ógeðslegur stakk. Þetta er algjör viðbjóður. Svo hlaupaði núna bara allir í gegnum smókin og það er Hakkavél sem býður hinum megin. Topaz, Papo, Rufflu, Pressi skipta frökkunum á milli sín. Bara eitt sem fellur. 4-4, 4-7 var besta sem var í boði þarna fyrir Venus til að kaupa inn þetta ránd. Og eins og við vitum þá er þetta eins taktískara mapp. Smókar og flush og mollar skipta ákaflega miklu máli og þá sérstaklega CT main. Snjói á ekki eins og smók. Hann þarf að fjárfesta í mollanum. Hann er væntanlega að spila inni. Já, og núna sjáum við kannski stóra munin milli Ancient og Nuke. Það er skorið hjá Triple G. Hann er ekki að finna sama árangur og þegar ég segi það þá tekur Venus vel á móti hröðu playi inni, fella 2 og missa engan og það er loksins farið að rofa til hjá Venus hérna í fyrsta kauprándinu í seinni hálfleik. Ég ætla að reyna samt við Allameister þarna á rampinum. Hann er með M4 í höndunum. Ekki mikið annað samt en ætti að búast við pressu akkurat núna. Þegar vinsa staða, næra að droppa niður og kasta flassi frá sér. Molli í rótitið en 2 leikmenn komnir niður núna. Og Allameister annar af þeim. Komin í control, HKR, hann er að fara að opna hér.
hlýtur að taka þátt í þessum bardaga. Planta hérna aftan á, rétt sér í leikmannin. Mozart hins vegar lifir. Hann með molla og grensu. HK búin að gera mikinn skaða þarna. 1-5, 1-19. Hér Retake auðveldara og núna eini leikmaður með fullt líf sem fallinn. Og þá það bara ein kúla á mann. Finna þeir Mozart, já, Venus. Finna round í seinni hálfleik. Ég held að Mozart hafi fallið með molla. Í hendri? Nei, bara á sér. Nei, ég sá hann ekki á líkinu. Gæti verið að hann hafi molla þá. Ég sá hann með grensu og molla þegar hann var takkar þarna niður 9 í gegnum sælóið, en síðan hefur hann kastað þessu frá sér. Technical pása tekið núna, það er spurning, vonandi ekkert alvarlegt. Já, vonandi ekki og þetta er alltaf erfið staða þegar þú ert í þessari stöðu sem Mozart var í þarna. Sem ert 1-3, þú ert samt með eitthvað stöff, hvenar á ég að taka upp mólan og henda. Já. Þú vilt helst ná einni fellu þannig að þeir eyði aðeins meiri tíma, þannig að líklega þú náir að stoppa deffið og allt þetta. Þannig að hvort sem að hann hefði verið með móla en ekki, þá persónulega finnst mér þetta vera svona ein erfiðasta ákvörðunartaka sem þú færð. Þú ert að spila off-angul, þú ert ekki hann er í rauninni ekki að spila possu sem að þú getur búist við því að taka multikill úr þó að hann sé 1-3 en ætla þá væntanlega að repossa sig bak við Silo eftir að hann tekur fyrsta fætin þannig að já, erfið stað og náði ekki að skila þessari heim fyrir Kano og það er víst eitthvað tæknilegt við sem Kano megin, nei Násamt að koma sér inn í rándið þarna með 2 menn sem falla inni, fara bara rampinn, ná bomburinn niður og gera ágæti skaða, sérstaklega á lið Venus sem að þarf að kaupa allt upp í, droppa, K-Dot þarf að vera á XM í kjölfarið á því, þannig að þeir eru í ágætis málum. Já. Og bara peningurinn, þú sér það á engin pening inn á þessu server. Þetta var frábært! Papo heldur áfram að opna leikinn fyrir sitt lið. Og nær að hverfa eins og skugginn inn í gegnum viðbygginguna og að spækvendinu plantið komið niður 2 mönnum undir, voru að vinna senasta nátt með 2 mönnum lifandi. Þetta er spar. Það voru bara peningin 100, 850, 1150. Já. Þetta er ekki nóg til þess að freista þess að missa meira heldur en 2 byssur í þessari lótu. Og það er strax byrjað af svona hönda af einhverju viti, pressi með þess að komin langa leiðina að það er í vesvinni. Finna HKR. Ok, missa Papo líka á móti sprengjunni, en það er risavax að þeir finna HKR hana. Já, þá geta þeir ekki droppa 2 byssum, þeir þurfa að droppa 3 byssum en þurfa að droppa 2 núna, bara 2 sem eiga pening og meira þess ekki mikinn pening. Skítapening. Og það er erfitt að segja sem Triple G, herðu, við ætlum ekki að forsinni í þetta ránd. Sem að hann samt gerir. Lítill armor, uspa á K-Dot, digla og flussa á HKR. Erfið ákvörðun sem að Triple G þarf að taka hér. Snúi á 5-7, mollin er frábær en... Nói! Hvernig nær hann frakkið þarna? Double malli upp í Heaven og K-Dot, hann drífur sig í burtu. 4-4 með retake á efri uppersætinu. Tópas með þess að halda bakinu. Þetta er erfitt. Erfitt fyrir Venus. Já. Sérstaklega verandi með uspu og diglu í retakeinu. Vissulega AK og M4 líka, en... Þetta ekki bara aftur, viltu ekki bara lifa með þessar byssur og reyna að gera eins mikinn efnahagslegan skað og getur að stilla upp fyrir exits og það er nákvæmlega sem þeir ætla að gera. Faktilega séð þá var þetta spar hjá þeim. HKR næli sér í AK hér. Rullu hins vegar gerir góðan skað og fella 3 þarna og allir eru fallnir. Ná ekki að rétta af efnaginn meira sem með þessar 2 byssur sem er seifið úr það senasta rándi. Þannig að þeir eru aftur komnir í gúlakið og Kano eru með báðar hendur þéttingsfast á þessu hypothetical stýri. Já, það er bara þannig. Það verður erfitt að stýra þeim af leið akkurat núna. Við sáum
Venus samt koma vel tilbaka í Ancient og spurning hvort að þeir geti gert það hér en mér finnst bara stóra sagan hérna er það að Triple G er ekki búin að vera að vinna fætana sína. Já. Hann er 5-14. Mér fannst hann koma svolítið í gegn sem ákveðin bara playmaker og svona reynslu bolti í mikið af þessum playum sem var verið að gera í Ancient og það bara er ekki að virka í þessu leik en já, eitthvað er að virka í þessari lotu eftir móti þar sem að tveir eru fallnir Kano megin en bara einn hjá Venus. Samt sem áður komnir á neðra sætið, Pressi búinn að klíra út Double Door og HKR, hann er þar Snúi Hlýtur að búast við manni. Vá, risastórt að Snúi sýnir sig þarna. Ég ætla að spila off-angle upp í þessum stiga, alltaf double píka hérna upp, nær fyrsta en spraytransferið virkar ekki fyrir Mozart, þá eru þið 2 eftir, T hins vegar nær Triple G, Topaz gerir vel, HKR, hvaða vesen er í akkurat núna og 12. rándið er uppskorið þrátt fyrir 2 manna mismun. Já, virkilega vel spilað postbantana Kano megin og komnir á match point, series point, geta klárað þessa seríu hérna 2-0 með 1 loti viðbót. Og þá er það taktískt timeout á Venusmenn. Þeir eru ekki með góðan pening, 3.550, 3.000, 2.300. Þetta verður einhver létt kaup hjá þeim á móti, algjörlega full útbúnu kanóliði. Já. Þeir fóru til heildsalans fyrir þessa lótu. Það er þannig. Hvaða heildsala myndi selja eitthvað svona? Þú þekkir þetta fólkið, allir minn. Já. Ég er búin að horfa svo mikið ég er búin að horfa á Narcos. Já, það. Netflix sko, bæði venjulega Narcos, Pablo Escobar sko, seríu 1 og 2. Svo horfði ég líka á seríu 3 sem er sko hvað gerir eftir með Cali Cartel og allt það. Já. Svo er ég líka búin að horfa á Narcos Mexico. Þetta er bara geggjað stöf. En núna þá líður mér svona eins og maður eigi að vera mút einhverju fólki og eitthvað svona, þú veist. Maður fær svona smá feelingin. En það eru einhverjir heildsalar sem að þeir fóru í heimsókn á. Já, ég meina þeir eru réttu megin allavega. Ég efast að bláuleiði þurfa að fara til einhvers heildsala sko. Þeir eru bara með þetta beint af bíli sko. Já, það er nóg til á lager þar. Það er spurning hversu langt það er þannig að við fáum svona sjálfsprengi dróna inn í CS svona til þess að líka eftir nútíma hernaði. Það var í kott. Það var í kott. Og 6-12 við erum komin inn í þessa lotu 19 og þetta gæti verið síðasta lotan í þessari seríu. Hvað geta Venusmenn gert? Já, allavega að byrja á því að sækja í radio með 2 HKR og Allimester að reyna að leita en Allimester skilin 1 eftir þetta. Topaz lætur vita af sér inn í ískur en þeir eru komnir inni. Snúi byrja vel hins vegar. Þarf að hörfa niður í vendið en þarna eru 3-4 frögg að falla með þeim og Mozart 1 upp á viðbyggingunni al-1. Þeir eru búin að reyna þetta oftar en einu sinni, oftar en 2 en í þetta skipti, það er í skítakaupinu. Þeir spila í off-angles og hitta skotinu sínum sem að allt púsla saman fyrir Venus. Er þetta byrjunin á overtime? Já, bara hvar eru þessar tímasetningar búin að vera hjá Venus allan leikin? Þetta leit út fyrir að vera ekkert eðlilega auðvelt. Við náttúrulega sáum ekki öll fröggin en þetta var allt bara frekar einfalt. Allt í einu var 5-5 og allt í einu var 1-5. Bara fundu bara ekki endrin. Þeir eru yfirleitt búin að æða inn á uppersætið, finna 1, jafnvel 2 endri, missa 1, kannski 2, 3v3 afturplant og þeir eru bara góðið þar. Já, risastórt hérna fyrir Venus líka, missti ekki leikmenn og spara alltaf þessa AKA, þeir eru ekki með neinar leifar úr síðustu lotu, þeir eru á fullu kaupi hérna. Og meðan þá eru þeir að vinna í að brjóta Kano hér. Þetta er seinasta góða kaupi þeirra. Snúi, hann er neyddur í það að smóka upp á höttinu því að búið að molla nú stöðu svo ótrúlega oft. Ruflu. Já, þetta er frábært play. Risastórt lörkandi gegn smókin og það er ekki séns að Allimester sé að fara að finna Ruflu. Hann gæti komist upp í heaven. Hann gæti komist óséður. Framgátt 2. Ó nei, þetta er svo stórt play. Verið bara tilbúnir. Verið tilbúnir því kem inn. Það er komið baki á honum! Nei! Ruflu! Ha? Hvernig finnur K-Dottan? Þetta var... hvað
gerist þarna? Hver að horfa í Heaven með 2 leikmenn ramp? Sorgarsaga hér en Kano, ná að vinna sér tilbaka og koma þessu í 2-1 fyrir leikinn. Planta fyrir Heaven. Mozart og Pressi á móti HKR. Haukur Angelo 1 á móti 2 með allt liðið á herðum sér. Bomban að tikka og hann kýs að fara upp í Heaven. Eru þeir tilbúin að taka á mótunum? Já, það leikmaður Pressi. Viktor Orri í spike, horfandi Heaven. Þetta hefði verið tímasetningin til að nýta núna en crossfireið nóg. Mozart lokar þessu. Kano 2, Venus 0. Vá, þetta, ég held að þetta ránd væri algjörlega búið leið og við sáum Rufflu þarna. Hann náði ekki fraggi. Hann var gráðugur og vildi 2 og þá var maður að koma í baki á honum svona einhvern veginn óskiljanlega. Þeir gáfu rampinn eða leikmæðin, ég skildi ekki. Ég skildi ekki ennþá nákvæmlega hvað gerist þarna. Náttúrulega fyrir það fyrsta klikkaðan hitti tímasendinguna í gegnum reikinn og að fela sig þarna bakverðan komist hann hjá 2 en það þurfti að gerast aðeins hraðar. Kom þó ekki að sök, Kano vann lotuna. Já. Ég vil meina það að þeir finni Rufflu þarna uppi hefði átt að vera nóg fyrir Venus til þess að klötsa þetta. En bara skotin voru að hitta hjá Kano. Það eins og þeir hafi hittnað aðeins eftir því sem leið á kvöldið og skjóta sem aðeins í gang og þeir fóru bara, þetta fóru að halla 60-40 gunfights í þeirra átt og það var nóg til þess að koma svona sterkt inn í núk og taka það með sannfærða hætti. Já, það er nákvæmlega þannig en á allstar í bracketunum sem við vorum að horfa á þá fáum við rematch á fyrstu leikjunum og sigurvegarann úr þeim leikjum fær að taka þátt í þá bracketunum. Þeir leikir verða spilaði núna næsta þriðjudag og það verður skemmtilegt að sjá hvort við fáum einhver upset eða swing eða eitthvað svoleiðis en úr þessum leik hér sem spilaðist í kvöld Nuke og Ancient, hver er MVP-inn? Þegar stórt spurt þú glemti að segja eitthvað til umræðu hverju MVP í fyrsta leik. Papo bara átti risavaxan leik. Var ekki eins sýnilegur í leik nr. 2. Þar var það Pressi og Topaz sem að stigu upp. Þetta erfitt, ég ætla að kalla einhvern úr Kano þó ég hafi líka bara verið mjög ánægður með HKR sérstaklega í báðum leikjunum fyrir Venus. En Papo, hann átti stjörnuleik í leik 1 og hann skilaði sínu í leik 2. Mér fannst Topaz fekk þetta svolítið upp í hendurnar með spreyið og eitthvað svona, fekk upp í hendurnar, alltaf gerði vel úr því, skilur. En ég verð að gefa Papo. Mér fannst að yfir þessa 2 leiki að þá fannst mér hann standa upp úr. En það ég ætla að setja kavíat á það að það aðalega út af Ancient-leiknum. Þú ferð ekkert bara svona stór og bókstaflega heldur á liðinu til sigurs, skila sig hann bara þínu og stendur þig ágætlega. Hann opnaði sætið nokkur sinnum hann á Nuke, var bara þokkalegur í postplantinu, var ekkert að láta pikka sig eitthvað snemma og bara solid í leik nr. 2. Þannig að ef þú ert með leikmann sem getur fengið algjöran stjörnuleik og solid leik back to back, þá það minn MVP kvöldsins. Já, flott. Papo MVP kvöldsins í liði Kano og það bara allt upp á 10,5 leikmæri sem við byggumst ekkert endilega við að væri að fara að stíga eitthvað lengst yfir. Ég var mest að horfa á Pressa og Mozart en bara klínískur í Ancient. Já og bara ég vil segja, ég sjúklega ánægður með bæði Pressa og Topaz á Nuke. Mér fannst þeir vera svolítið stopperar, skilur en þeir áttu bara ekki sem einstaklingar þannig að sama stand-out leik og Papo átti í fyrsta leik. Saman á því. Síðan eigum við einhverja grafík til að sýna eitthvað skemmtilegt og kannski fáum hana. Er einhver búinn að vera að föndra þarna í production-herbygginu? Já, Group A, fáum hana hérna og það svo sem kemur ekki óvart. Dusty þeir koma inn sem favorites, vinna 2-0 á móti Ace X og þá fáum við rematch á Ace X og hjóluða enska. Síðan eigum við Hope B. Ég sé við það að Fylkir taka 2-0 á móti, Vega vinna 2-0 á móti Fylki og þá fáum við Fylkir Sindri aftur rematch og Fylkir sigraði það 2-1. Það gæti verið skemmtilegur leikur að horfa á. Ég held að það gæti flippað. Já, það gæti alveg flippað. Þú ert Sindra maður. Já, ég fíla Sindra. Já.
Mér finnst þið flott flott lið og bara Sindri sem batteri, sem félag er búið að standa sig mjög vel þrátt fyrir að vera í mjög litlu bæjarfélagi með rafíþróttum, þannig að ég er mikill Sindra maður sko, en á sama tíma líka fylkismaður ákveðnu leyti sko, þannig að ég er ekkert eitthvað hliðhollur hvoru liðinu, en ég myndi segja af þeim leikjum sem við erum að horfa á, þá held ég þetta sé líklegasti leikurinn til þess að hann fari öfugt eða við fáum eitthvað uppsettir. Ég horfi líka á A6 leikinn, hann gæti alveg flippað, en það var alveg stór munur á liðum samt með að við. Hjólið þarf að eiga virkilega góðan leik. Já, þau þurfa að spila töluvert betur. Hópur C, þar Aurora tapaði 0-2 á móti Sögu og þá fáum við Aurora verðbólga í þessum loka leik og þar ég alveg að horfa á Aurora sem dálítið favorites þar. Sterkt lið sem spila fram verðbólga dálítið í land. Allt í góðu svo sem. Hún líka hjaðna núna. Já. EHF-gatið og allt það. Já, EHF-gatið og stýrivextirnir og allt þetta stöf sko. Já. Hópur ABCD, já. Þetta datt úr mér, stafrófið datt úr mér, en hér leikurinn sem við erum að horfa á í kvöld, Kano, Venus. Kano sigra 2-0 og þeir eru komnir áfram í bracketið og Venus á móti Dusty Junior þá á þriðjudaginn 14. janúar kl. 19:30. Minnst ólíklegra að þessi leikur fari samt og flippist, sökum þess að Venus bara, við sáum það í kvöld, þeir áttu alveg tilkalla að fella hérna Kano í kvöld. Ég ætla bara að segja, ef að Venus nýta tíman vel fram að næstu leikjarhreinu, æfa sig aðeins, skilurðu, spila sig ennþá þéttar saman, þá held ég að þið taki þennan leik samfærandi, en ég held að þið getur gert góða hluti í bracketinu líka. Já, það var gaman að sjá. Mér fannst þetta lúkka eins og lið sem að ef að þú hittir á það á góðu kvöldi og þeir eru bara að hitta skotunum sínum, þá ertu bara í bullandi vesinni. Tala nú ekki ef þú ert ekki á bara þínum A-game. Já, og þannig sáum við náttúrulega Kano byrja, þeir voru á D-leiknum sínum sko, og voru í bullandi vesinni hún til að byrja að skjóta sig í gang. En þar höfum við það voru fá uppsett í kvöld og þessi fyrstu lið þau komist áfram, en það rematch á þriðjudaginn, meira Counter-Strike í rigg. Við sjáumst þá, takk kærlega fyrir kvöldið.